Já, velkomin á Frelsi TV í djúpköfun. Það bara Jesú með okkur í kvöld. Takið posturlegri blessun. Á svæðið mættur Guðjón Hreimberg. Hæ. Hæ, hvað segir meistari Hreimberg núna? Hann segir bara allt fínt, sko. Fínt vordagur úti. Varstu í bænum að fá klippingu og fleiming? Nei, það svona. Búið að vera að þvælast aðeins í útrettingum þessa vikuna. Já. Það komið hrossagaukurinn komin og hann stutt í lófuna. Já, einmitt. Það nú komin vorfílingur hér líka. Ég búinn að fá fyrsta flóabit vorsins og þeim að örugglega eftir að fjölga svolítið. Já, þetta... Ég yfirleitt allur útbitin í maí. Þetta fljúgandi úlfaldar og hvað var þetta þarna síðast? Hundarnir sko velta sér í grasinu á vorin, mjög mikið. Já. Þannig að ég fæ að verða allir út í flóabiti aðalega á löppunum, sko. Áts. Já, það lítum svona bitir í hér, reyndar. Svo leyfi ég þeim að koma upp í svona meðan ég bý einn og þó maður eigi ekkert að leyfa þeim það. Þannig að maður fær flóabitin líka þannig, sko. Já, ég hræddur að börnin okkar verða komin vel yfir tvítugt á þannig að þau yfirgefa rúmið okkar, sko. Eða svo veldur fram sem horfir, sko. Já, þú ert því bakkan. Já, ég búinn að vera að hlusta á því. Það mjög gaman að fylgjast með því sem þú ert að pæla. Takk fyrir það. Ég búinn að vera að ranta svolítið, já. Já. Þú ert nú byrjaður aftur eftir þagnir. Já, ég komst að því að það víst bara 24 tímar í sólarhring. Þetta eitthvað samsæri á bak við þetta. Já, hver fann upp mæleiningunum, sko? Svisslendingar, helvítis Basel, Svisslendingar. Þeir sjá passa. Þeir eru varmenn páfans, þeir passa gullið sem falið í Ölpunum. Já. Þeir voru bak við það að sannfæra ykkur samsæringa að veri falið á Filippseyjum. Já. Plottin í plotti, sko. Svona babúsku samsæri. Já. Þetta svolítið fyndið, sko. Babúsku samsærið stóra. En já, nei, maður bara svona rantar þegar svona maður fílar það og það kemur svona reglulega þá maður sé að reyna að hætta þessari vitleysu þá hugsa maður, já, heyrðu, það mætti nú tala eins þetta hér. Það ekki bara eitthvað hóks að vera að tala að hætta? Það ekki bara... Nei, ég búinn að meina þetta allan tíma. Mér langar að hætta þessu. Mér finnst þetta að vera tímasóun og vitleysa. Ég búinn að vera mjög stoltur af þér þegar þú bara náður að þegja í heila mánuð, sko. Ég var ógeðslega montin af þér, sko. Ég var bara svo upptekinn í öðru, það var ekkert... Það mjög öðvöld að gleyma rantinu þegar maður að kafa í ykkur öðru, sko. Já. En heldur að allt sé að fara til helvítis eða heldur þetta sé bara ímyndunarveiki í... Hverjir eru að spá því? Já, ég hræddur að sé alvarlega árás yfirvofandi á Íslandi. Það alveg, með það sem var að gerast í Leifsstöðu vikunni, þá þú veist, ef þú ætlar að koma af stað einhvers konar fána, hvort sem hann raunverulegur eða falskur eða honum flaggað, veist, eins og við höfum talað sumir falskir fánar eru af alvöru atburðum. Þú veist, við sjáum sprengju einhvers staðar eitthvað deyr, þú kemur og segir það dó enginn, ég kemur og segir það dó einhver, en það sem enginn að horfa á að, þú veist, það NATO sem á bak við þetta, en ekki múslimar. Þú veist, menn að rífast hvort það gerðist eða ekki, en þeir ekki að rífast hver gerði það, sko. Já, en sko, þýsessin hjá mér að það sé yfirvofandi eiturefna árás á Ísland sem verður coveruð með vírusum og maður sér að sko ef þú ert að plotta svoleiðis árás þá viltu loka öllum undankomuleiðum. Já. Og
eins og við höfum sagt að Ísland eyja, þannig að þú vilt loka liðið af og drepa þá sem ætlar að drepa. Og sko maður sér aðgerðir til þess að til dæmis með kirkjugriðsmálið og heimilisfriðsmálin og ofbeldi á heimilum, og maður sér að það sko þessir atburðir, og núna verða að testa öryggismál á eina flóttaleiðin úr landi sem Keflavíkurflugvöllur, að þessir atburðir stemma mjög vel inn í þessa kenningu sko. Já, þeir stemma alveg þokkalega inn í hana, en ég túlka þessa atburði aðeins öðruvísi en þú. Já, láta oss heyra. Ég talaði það þegar Birnumálið var í gangi hérna í vetur. Eitt af því sem ég sá þar var samhæfingaræfing margra þátta. Á sama tíma var stjórnkerfið, það segja skriffinnskubáknið, stjórnmálabáknið, lögreglubáknið, fjölmiðlabáknið, samfélagsmiðlabáknið, tröllin. Tröllin hafa ekki verið eins áberandi síðustu 2 ár eins og þau voru 2-3 ár á undan, en þau eru þarna, þau eru orðin fáæðri. Af því það er búið að vera að tala þau, þá eru þau orðin fáæðri. Almenningur er farin að taka eftir þeim, svo þeir vinna öðruvísi, en tröllin eru þarna. Ég sá alla þætti, öllum þáttum smala telt fram og þeir samhæfðir. Þegar ég heyrði fréttina Leifsstöð þarna í vikunni, það fyrsta sem ég datt í hug var samhæfingaræfing. Vegna þess að þegar falskur eða flaggaður fáni, þetta konsept sem engin samsæringur nota, flaggaður fáni, það mætti tala hann líka. Jó, menn hafa reynt að tala það sko, að það þegar aðgerð, einhver ætlar að gera eitthvað stöf, og þá falski fáninn sá að þú slekkur öllum öryggiskerfum og leyfur glæpnum að gerast sko. Til dæmis, já. Það raunverulega fáni sko. Já, ég veit að það eru margir sem tala hann, en það vantar konseptið, já við það. Við þekkjum konseptið fólksflag, en hvað konseptið fyrir flaggað flag? Þó að ég geti sagt flaggaður fáni á íslensku, þú veist nákvæmlega hvað ég veit. En hvernig segir það? Hvað flaggaður fáni? Segð mér flaggaður fáni. Það það sem vorum að tala þegar við leifir hlutnum að gerast. Já, það undir skýrgreiningunni falsku fáni. Já, ég veit það, en við erum komnir á þann stað í debuggi síðustu 3 ára, og þá ekki síst debugginu á milli mín og þín, að skilgreina á milli þessara 2 tegunda fölskum fánum. Já, þú sér það, ég hef ekkert fjallað þessa fána lengur. Þeir eru full upplýstir og það þarf ekkert að vera að velta sér meira upp úr þeim. Sko. Þetta bara eitt af verkfærunum sem notað. Sko. Já, það eru margir að velta þessu upp úr sem ég bara að tala skilgreiningar. Já. Það erfiðasta með uppskapninga það að fá þá til þess að vinna saman. Það það erfiðasta, og þess vegna ég búin að vera að leita að réttu hugtaki fyrir uppskapninga. Ég var búin að finna íslenska hugtakið, og eins og þú veist þá ég búin að vera ógeðslega montinn undanfarna viku. Ég veit núna enska hugtakið uppskapning. Ég alveg, þú veist, ég búin að vera... Ef ég væri með skott, þá væri ég að dilla því alveg á fleygiferð, sko. Sérðu ég bara sit ekki kýr, sko. Hugtakið komið. Og það alltaf finnst mér alltaf stærsti póllinn. Ertu komin með hugtakið? Ertu komin með nafn á hugtakið? Þá getur þú útskýrt fyrir fólki hvað að vinna með, og fólk getur þá pikkað upp og farið að nota það sjálf. Eins og með tröllin. Ég ít alltaf undir svona tilfinningar. Ég mun ekki niðursetja þar hjá þér. Ég hveti til þess að láta þér líða svona. Já, það helvítis þjóðfélagsverkfræðin. En þú varst að tala þetta, hvort eitthvað aðsí á Íslandi eða ekki, og hvort að þeir eru að nota þetta atvik eða hitt til að undirbúa það, eða þetta atvik eða hitt til að samhæfa það. Við báðir sjáum alveg merki að það alveg hætta á þessu. Ég var að tala þetta fyrir 1,5–2 árum, gerði ég 2 vídeó aðalega á íslensku. Ég held líka eitthvað á ensku, þú talaði það líka.
að tala hættun á genósæti á Íslandi? Já, en ég held að sko Decode náttúrulega hluti af military industrial complex. Algjörlega. Og já, heyrðurðu liveið hjá mér áðan, það sem ég var að tala það sem að Trumparinn var að segja Nei, ég sá þeir voru búin að vera að því klukkutíma, ég var að gera annað í morgun. Já, ég var að segja að það var svo athyglivert það sem Trump var að segja, það eru að spila eftir hann orðin það sem hann er að tala góðu heimsku konuna sem var út að labba og sá þar snák sem var út í frostinu að deyja og og hann segir þetta bara, hann segir þessa sögu alveg í detail, hann Trump í ræðu. Kannast við þessa sögu? Já, en hann er að segja þetta í kosningabaráttunni Já. Og sagði hann þess að svo að konan ömkar sér yfir snákinn og tekur hann inn í hlíðina. Já. Og svo býtur snákurinn hana og hún segir, hvað, ég meina hví beistu mig, nú veistu að ég mun örugglega deyja, Og þá segir snákurinn, ég meina þegar þú tókst mig inn, þá vissur að ég var snákur. Já. Og þess vegna Ameríka í raun að segja, ég meina, ef að þið bjóðu okkur inn, eða Sameinuðu þjóðirnar, það sama entityið að segja, ef að þið eru nógu heims til að hleypa okkur inn á heimili ykkar, þá munum við drepa ykkur. Og svo alltaf sem Bill Gates var að segja, hann var að segja að það kemur ykkur vírus á skjánum og síðan munum 30 milljónir manneski deyja út af öndunarfæri erfiðleikum. Hvað er tengingin? Það gengur ekki í Harmageddon heimspekinga. Nei. En ég svolítið hissa, ég alltaf í fyrsta sæti bara. Því þeir eru að láta halda, ég er náttúrulega líka ánægður sjálfur bara, en þeir koma fram við mig eins og ég sé bara einhverju nobody, en ég er alltaf á toppnum. Ég er alls ekki ánægður með hvað þú ert ánægður með þetta. Vegna þess að þú veist ekki hvort þú ert vinsæll af því fólk sé hlyndir eða sjái þessa þætti sem Skrýpó. Hvort viltu? Skiptir engu máli, það er enginn sem horfir á Skrýpókall aftur og aftur. Er það ekki? Ekki aftur og aftur. Býtu, hvar hefur þú verið í síðustu 70 ár? Já, ég meina, ef að þér finnst einhver vera að segja það fáránlegasta sem að þú hefur heyrt og þú ert sannfærður að þetta er bara fáviti, þá nennir að hlusta á hann kannski einu sinni, þú nennir ekki að hlusta á hann 5 sinnum. Það er alls ekki rétt það. Jú. Það er algjörlega óskilja. Þú verður að spyrja sjálfa þér þessar spurningar af raunsæi. En það er náttúrulega líka pólitík... Ekki miskilja mig. Mest pólitísku aðilarnir hafa náttúrulega alltaf verið trúðarnir, eða hirðfíblar. Já, ekki miskilja mig, Ég er ekkert ósáttur við það sem þú ert að gera, Nei, ég aftan á því. Já, ok. Eða hvernig þú gerir það. Ég bara, var að skjóta þess á þig, Já, ég skal lofa þér því að ég fer ekki að væla, Vegna þess að þú veist alveg skoðun mín á umskiptingum. Umskiptingar eru flóknir í einfaldleika sínu. Já. Ertu vissum að þessar vinsældir séu af þeirri hvöt og þeirri ástæðu sem þú vilt? Það er spurningin. Ertu vissum það? Mér er bara alveg skít sama, Ok. Bara á meðan að ég er að ná útbreiðslu á fagnaðarerindi. Ok. Þá er ég sáttur, Ef þú ert ánægður, þá er ég mjög ánægður. En já, ég tek eftir þessu, ég tek eftir þess að þú postar þessu, ég fer eiginlega aldrei inn á Vísi, ég er ekkert elta þessa mainstream-fjölmiðla. Nei, einmitt. Það er nauðsynlegt, ég held að strákarnir og ég held að margir með mikið af þessum áróðurspakki fatti alveg að það er mikilvægt að heyra, röddina sem er alltaf ósammála. Já. Sérstaklega ef hann þorir að vera mjög ósammála.
Það samt athyglivert sko að núna blekking sem kallar sig Screw You sem á að vera eitthvað svona lýðræðis útvarp sem á að sýna svona allar hliðar umræðunar í þjóðfélaginu að þeir hafa aldrei hringt í mig sko. Já, ok, til hamingju. Ég veit ekki neitt í mínu nærumhverfi sem að tekur mark á skrúfu. Ekki á skrúfunni, það bara Screw You, skrúan, rúf. Ég veit ekki neitt í mínu nærumhverfi sem tekur mark á þessum fjölmiðlum. Nei. Og það tekur, ef ég hitti fólk sem að tekur mark á þessum fjölmiðlum, það tekur mig 5 mínútur að taka það niður. Og þá kinkar það bara kolli og segir, já, þetta alveg rétt hjá þér. Þetta ekkert að marka þetta meir. En það rosa margir sem að hlusta á Kastljós og láta Kastljós hafa áhrif á skoðanir sínar sko. Já, en fólk bara að byrja að fatta hluti sem ég og þú eru löngu búin að fatta og svona undirliggjandi tónn í öllu sem við erum að gera. Já. Og það að ég hef bara engan áhuga á samfélagi með fólk sem tekur mark á Kastljósið. Nei, við höfum nú gert heldur betur vel grein fyrir því. Já. Rópum og prömpum fyrst á kortið. Ég hef áhuga á samfélagi við fólk sem ég get talað við. Og bara alveg eins og með djókaðanir. Ég og þú, við getum talað saman, við erum ósammála fullt af hlutum. En erum við eitthvað að metast það? Þú veist. Ja, við erum reyndar sammála að ég hef alltaf rétt fyrir mér, sko. Já, sjálfsögðu, það bara það fyrsta regla. Þú bæði eldri og frekari. Og þessi vægir sá sem að viti hefur, þú veist, minna. Já. Sko, ég alveg svolítið sleipur eftir tarteringarnar á Harmageddon, sko. Já, maður verður að hafa rétt að forgangsið á þessu, sko. Já, en það sem að kemur mér á óvart að það eru bara við tveir, sko. Það engin annar. Já, við erum kannski líka að metta þetta. Ég meina, við erum 2 af 300.000 manna pakki. Já. Þú veist, hvað eru margir í Írlandi? Það 3,5 milljón manna þjóð. Hvað eru margir ranta þar? Miðað við þennan fjölda, þá það væntanlega hvað 300-3.000 manns. Já, þú meinar að það bara, þetta hellingur. Ég hef ekki tekið eftir einum írum að ranta á YouTube. Nú að fáum. Já. Það ekkert að marka Bandaríkin. Bandaríkin allt öðruvísi samfélag heldur en Evrópa. Það ákveðin hefð fyrir því Bandaríkjunum að vera cultural aktivisti á allan hátt heldur en gert í Evrópu. Það var sko bara strax með Factory Girls upp á 1880 í kringum það tímabil. Það var heilmikill aktivismi í Ameríku þá. Það var miklu meiri aktivismi í Bandaríkjunum á fyrirhluta 20. aldarinnar heldur en okkur sagt í dag. En þegar maður fer að rannsaka svona gauðra eins og Noam Chomsky og Chris Hedges sem að fjalla þá hluti, þá sér maður þetta. Já, Ameríka náttúrulega svakalega stórt land, sko. Já, í rauninni. En það bara ákveðin sko menningar hefð fyrir því að ranta, en samt fylgja sér í ákveðna fylkingar. Þetta sérstök menning og mér finnst svolítið gott og ég hef lengi haft það til hliðsjónar fyrir sjálf mig og það ekkert að gera með US og VAS. Þá ég að tala stjórnkerfi. En menningarlega, sko, þá eru Bandaríkin svolítið áhugaverð fyrir til dæmis þær hlutasakir. Ef ég horfi á þjóðina eins og einstakling, bara einn einstakling, ég nota þetta mótelstundum. Ef ég horfi til dæmis á England, þá ég að horfa á einstakling sem eitthvað í kringum 1500 til 2000 ára gamall. Ef ég horfi á Ítalíu, þá ég að horfa á svona það bil 3000 ára gamlan einstakling. Ef ég horfi á Indverja, þá ég að horfa á 5000 ára gamlan einstakling. Þú veist, og ég nota þetta mótel vegna að segja einfaldleika sínum, þá hjálpar það mér að skilja sko menningarvitund þessa einstaklings og þroska. Og þetta mótil heldur alveg. Ef þú horfir á til dæmis Indverja, Kínverja og Egypta, þá sérðu allt annan menningar þroska hjá þessum fólki heldur en til dæmis hjá Rússum eða Spánverjum, sem eru yngri einstaklingar. Já. Sko Bandaríkin eru bara 400 ára, þetta bara krakki. Þau eru ekki það einu sinni, þau eru 200 ára. Þau eru ekki 400 ára, við heldum það, en þau eru það ekki. Ég held að sko til þess að skilja þetta
sko, eins og til dæmis stríð. Ef við tökum, sko, fólk sér stríð eins og að eitt land sé ofboðslega mikið á móti einhverju öðru landi. Já, Reyndar eins og þessi stríðshernaður sem Bandaríkjamenn eru að stunda, þá eru þeir náttúrulega að ráðast inn í lönd og yfirtaka. Það er ein tegund af hernaði. En ég held til dæmis að seinni heimsstyrjöldin hafi verið miklu meira samningar áður að hreinsa út óþægilega fólki hvert hjá öðru. Sko. Og það sem er að gerast núna í Bandaríkjunum og Rússlandi, þessi núningur milli Bandaríkjanna og Rússlands held ég að sé tilbúinn til þess að Evrópa og Bandaríkin geti körlað óþægilega fólki hjá sér og Rússar líka geti körlað óþægilega fólki hjá sér. Já. Af því að elítan er öll í Elysium, þeir eru með IMF, bara vottorð það að engin lög eða skattar eiga við þau. Evrópubandalagið veitir samskonaréttindi, starfsmenn þar og NATO. Þannig að þetta fólk sem er að koma til Íslands, sem eru starfsmenn hjá þessum stofnunum og hýja á einhverja skattsvikara, eru all skattfrjáls sjálf. Og ég meira að sendi Frosta link á þennan samning hjá IMF og sagði lestu 9. greinina. Og hann fór bara að drulla, sko, daginn eftir. Já. Bara glóstið, sko. Við höfum rætt þessa curling hugmynd áður eins og ég sé þetta betur í fyrri heimsstyrjöldinni. Já, einmitt. Mér meinar að ég hafi verið fyrstur til þess að tala þetta bara svona worldwide, hvort að fyrri heimsstyrjöldin hafi einmitt verið svona sláturhús til að hreinsa til á öllum heimstöðum. Og við fórum svo að tala þetta og ég var bara hreinlega búin að gleyma þessari hugmynd. Ef ég segi svo, maður var búin að varpa fram svo mörgum hugmyndum að maður þarf líka við að fara í skóla sko hjá sjálfum sér. Þetta kom með Alzheimer, kallið minn. Já, ætli ég hafi ekki smitast að ég lesa þessi greinan í fréttablaðinu, sko, fréttatímanum. En sko, þetta er alveg, þessi kenning er fullkomlega lógískt. Ég verð náttúrulega að vera sammála sjálfum mér. En ég er ekkert viss að síðari heimsstyrjöldin hafi verið eins mikið svona apparat eins og svo fyrri. Ég er ekkert viss það, sko. En kenningin er lógísk, hún heldur alveg vatni. Vegna þess að við sjáum alveg eliturnar, sko, hvað er að gerast 1914 til 18? Þá er búið að vera í 60 ár mjög mikill svona social unrest og með aktivismi í bæði Norður-Ameríku og Evrópu. Og líka á einhver leyti í Asíu. Þessi fólk var að byrja að lesa, var að byrja að kynna sér hluti. 100 árum áður kunni enginn að lesa. Það er líka náttúrulega fylgni í því, sko, að þau lönd sem að hafa sagt fuck you með dollarum, sko, og IMF, að þeir hafa korteri seinna verið bombuð til helvíti, sko. Já, en það er ekki partur af þessu sem við vorum að tala Nei, en samt, til dæmis, akkur eru þeir að stofna BRIC, þau ríki, sko, það svona situr aðeins fleig í þessa kenningu, sko. Það er svo reyndar Alex Jones besti vinur okkar og yfirmaður Truth, hann heldur sannleikann í hendi sér. Ég hef ekki hort á Alex Jones í marga manni. Nei, en hann hefur sagt, sko, maður þarf hans að kunna hlusta á hann, sko, því að hann er með svo mikinn áróður, en í áróðursbröltinni sínu þá leka út úr hann svoleiðis upplýsingar þannig að hægri vinstri, sko, sem ég er ekkert viss hann láta leka. Ég er ekki að gera lítið úr því. Þú veist, ef ég væri að horfa til þess mikið á fjölmiðla núna, ég hef eiginlega ekkert hort á fjölmiðla núna það bíla ár, eða meira en ár. Ef ég væri að horfa á fjölmiðla, þá væri ég að taka stikkprufur á Alex Jones til að fylgjast með þeirri hlið sem hann sér í fjölmiðlum. Já, það hentar svo vel hjá mér síðdegis, sko, eftir að ég er búin að hlusta á harmakettunar, sko, þá er svona dauður tími það sem ekkert er að gerast og þá hlusta ég á Alex Jones, sko. Já, ég er ekkert að gera lítið úr því, ég er að horfa fyrst í gegnum annað gleru, sko. En það sem hann hefur verið að segja, sko, hann hefur verið að segja að það er hluti af þessum apparatus andskotans sem að vill ekki ganga svona langt, sko. Sem að bara, veist, come on, sko, ég meina, við erum að selja hérna börn og við erum að nauðga börnum fyrir fram á foreldrana þeirra og allt, veist, það er ákveðin hluti af valdstjórninni sem bara nei. Eins og Timothy McVeigh,
hann var með í þessum falska fána í Oklahoma, sko. Já. Svo leið og hann kom staði að þeir ætlaði að sprengja barnaheimilið. Þá sagði hann, nei, ég farin, ég ætla ekki að taka þátt í að sprengja barnaheimilið, sko. Sér að sprengja þessa helvitis byggingum með einhverjum opinberum starfsmönnum. En ég sprengi ekki börn, sko. Og þá var hann fremmaður, sko. Það ein útgáfa af sögunni, já, en nei, ég meina, þú veist, sko, okkur hættir til þegar við horfum á geopólitíks og ofur einfalda. Þú veist. Já, sko, ég reyndi að þetta sprengjunámskeið sem ég rambað inn á hjá Gunnari Birgissyni, það hefur reyndar nýst mér ótrúlega vel í að horfa á þessa sprengjuatburði, sko, að sprengjan í Oklahoma og afleiðingarnar stemma ekki saman, sko. Já, ég kannast við það, ég skoða þetta líka. Og sama má segja Oslo að sprengjulýsingin þar og afleiðingarnar eru tvennt ólíkt, sko. En þú varst að tala nefnilega petrodollarinn og BRICS. Já. Sem mjög áhugaverð pæling, sko. Það hugsanlega bara, sko, að elitan átt að sjá því, sko, það þarf að vera Coke og Pepsi, sko. Það er mjög góð kenning, það er til fleiri útgáfur þú veist, það er að horfa nefnilega á þetta frá mismunandi sjónarhóli. Og það er það sem mér svolítið áhugaverð vegna þess að það vakna nokkuð spurningamerkir. Og mér finnst spurningamerkin áhugaverðari heldur en svörin. Ég komin svolítið á þann stað. Þú veist, hvað raunverulega gerast þegar þú ert komin til dæmis með upp úr 1990, þá ertu komin með alheims yfir á petrodollarans, algjörlega. Núna allt í einu, 25-30 árum síðar, þá ertu allt í einu komin með nýja valdablokk, þú veist, í peningamálum sem heitir BRICS. Og þú sérð ekkit, sko, Washington neitt gera neina stóra hluti til þess að sportna við því. Ekkert stóra hluti. Jú, það eitthvað svona tökk og vor ekkert stórt. Þeir leyfa þess að gerast. Og þá spyr maður, hvað græða þeir á því að leyfa þess að gerast? Þá kemur til dæmis tillagan þín sem segir, já, þeir eru kannski búin að fatta að það þarf að vera Janus. Það þarf að vera bæði Ásar og Jötnar og Loki þar á milli. Menn að þetta bara Hegelian dialekt, sko. Já, absolutt. En hins vegar líka önnur kenning sem blasir við og það að Evrópa fékk nóg, sko. Eftir Líbíu sagði Evrópa bara nei, ekki, við ætlum ekki að vera meira með í þessu, sko. Og þá kemur einn hlutur. Ég var að lesa bók í vetur og ég var að skilin í vikunum bókasletnu og ég segi anskotin, ég þarf bara að fara á Amazon og kaupa hún er svo góð. Hún heitir Economics for Plain People eitthvað, in plain language, eftir gaur sem heitir eitthvað Silt. Hann skrifaði fyrir New York Times lengi efnahagsmál. Og hann er svo snjall þessi vegna sem fer yfir víðan völl á svona 200-300 síðum efnahagsmál heimsins og sögu þeirra, en líka hún í sálfræðina. Og hann til dæmis útskýrir á einum stað varðandi petrodollarinn, hvernig petrodollarinn varð til á eiginlega besta mannamáli sem ég séð. Og þar kemur hann til dæmis inn á þetta með Evrópu. Hann segir þegar petrodollarinn var búinn til, margir horfa á að hann hafi verið búinn til út af átökunum í Miðausturlöndum og svona, en Sheikh Imran Hussein hefur oft bent á og þessi gaur bendir á að petrodollarinn var nauðsynlegur vegna þess að Evrópuþjóðirnar voru heimta að fá gullið sitt heim aftur. Og Charles de Gaulle fór þar fremstur í flokki á 7. áratugnum að heimta franska gullið heim aftur. Churchill hafði gengið fram í því í stríðinu að fá allt evrópskt gull til London. Síðan sendir hann það allt saman til Kanada, svo var það bara allt í einu komið til Bandaríkjanna. En svo fóru Bandaríkjamenn þá að gefa þjóðunum dollara fyrir veðinu sem veð í gullinu, sko. En Charles de Gaulle fór að búa til þá hreyfingi í Evrópu, við viljum fá gullið heim. Þegar þá verður til petrodollarinn, gullstandardinn með kippt í burtu, en það var eina leiðin til að viðhalda efnahag Bandaríkjanna á þeim tíma. Þá breytt yfir í petrodollar, þeir ná heimsyfirráðum á 20 árum með þessum petrodollara, en núna þetta brölt að byrja aftur. Að Evrópa vill brjótast undan yfirráðum Bandaríkjanna. Þetta alveg rétt, þannig, en spurningin sko hvaðan við nálgumst þessar rjómatertur, sko.
Já, sko, þetta náttúrulega bara svona hlutir sem blasa við, sko, og þú sér það þegar að Merkel mætir það? þarna. Þeir blasa við mér og þér, já. Blasir það við áhorfendum á XM 97,3? Eða hvað það heitir. Ég meina, þú veist, blasir það við fólki á 30-aldri sem núna bara fyrir með iPhone-in sín í kringluna og fá sér ís og horfa á denim gallabuxur og pæli hvort það ætlar á rúndina eftir. Fólk sem hefur enga tilfinningu fyrir heiminum í kringu sig eða þeim hugtökum sem eru notuð til að búa til þessa menningu. Var ekki ykkur snillingurinn sem sagði látið hina dauðu, grafa hina dauðu? Jú, en þetta er náttúrulega, þetta er áleitin spurning, maður spyr sjálfan sig, veist, hvað er þessi menning, sko? Þú veist, mína skoðun, þetta er haus. Já, ég reyndar, flestir hlustendur mínir eru ungt fólk, sko. Þannig að það er mjög leitandi, sko. Þú hefur svo smalt að vera, það var líka þegar við vorum krakkar. Já. Absolutt, en það er virðingavert að ungt fólk mætir til okkar og hlustar, sko. Það er mjög virðingavert. Og Hvað er það hátt hlutfall af landsbyggðinni? Hvað eru margir sem eru leitandi? Hvað eru margir sem eru tilbúnir að taka þátt í því sem við erum að reyna að gera, að spyrja fyrst þeirra spurningar? Já, það er náttúrulega þetta sem er svolítið að gerast, að við, þessir alternative bullshit, hann er að færast fram og það er eins og bara Ragnar Korsinn formaður í VFR er ákveðna fréttir og ég reyndar verið að velta fyrir mér að fara í forsetakosningar, sko. Já, ef þú ert ákveðin í þessu með veggin og Laufásveginn, þá er ég mjög hrifinn af því, sko. Ég ætla að byggja vegg svo hátt sem augað eigir í kringum póstnúmer 150. Ég lofaði að gera það. Og ameríska sendiráðið komið í Engjategin, þannig að ég mun líka náttúrulega gera vegg í kringu það. Já, ok, það er búið að flytja. Já, og það er svo heppilegt að svona alls konar lið sem ég hef svo sem kynnst og unni með að færast upp í valdastiganum. Og til dæmis ef ég var í kosin forseti, þá myndi ég strax skipa aðila sem yfirmann Hagstofunnar sem myndi fara að taka inn alls konar hluti í útreikning á verðtryggingunni, sko. Núna hefur til dæmis verðtryggingin aldrei lækkað frá því hún var sett á fót, aldrei. Og ef ég verð forseti, þá mun hún byrja að lækka innan 3 kortera frá því ég er orðinn forseti. Til hamingju með það. Já. Þannig að, sko, það sem ég verið að pæla svolítið mikið, og það er kannski ástæðan fyrir að ég er til í alls konar framboð og í alls konar starfsemi innan veggja mafíunar, er að þessa strategíur virka og ef að síðan elitan kemur og segja þetta er upptaka og þetta er eignarétta ákvæði stjórnarskrárinnar segir að þú mátt ekki reikna verðtrygginguna svona, það búið að reikna hana svona í 150.000 ár, sko. Við erum ekkert að gera neitt nema bara við erum að reikna nót eins og við teljum að sé rétt. Já, það er nú helsti gallinn á það sem þú hefur verið að gera. Hvað er langar mikið í völd? Já. Sorry. Það er líka bara hægt að líta á það sem ákveðin gjörninga þegar við vitum það báðir jafnvel að það kom aldrei neinn völd. Það er mjög ólíklegt í þessu musteris hofi anskotans. Þannig að fyrir mér er þetta meira gjörningar, sko. Já, nei, ég er ekkert að gagnrýna, sko. Ég skal kjósa þetta í forseta, sko, ekki málið. En þú veist, hvað erum við að reyna að gera? Þú veist, þetta eru 300.000 manns. Já. Þetta fólk tilbyður stóra sjónvarpsskjái og sportbíla og utanlandsferðir og lifa í bómullafóðri. Þú veist, hvernig ætlar að fá þetta fólk til að fara að hugsa náttúrulega? Já, sko... Það er búið að vera að reyna það í 3.000 ár.
Og núna elítar Og- komin með innprentun á skóla til að reyna að kenna þeim að hugsa, sko, ekki það að ganga. Já, sko, það þetta gagnrýna fólk á alla vegu og það þetta að hafa alls konar skoðanir á því hvað fólk eru miklir heimskingjar en hins vegar tel ég ekkert að því að bjóða sig fram sérstaklega til þess að reka rýtingin í bakið á skipulagðri glæpastarfsemi, sko. Já, ég meni, ég vildi stoppa úlfahópinn hann í vetur og ég byrjaði á því og byrjunin lofaði góðun, svo bara skipti ég skoðu. Já, þetta var ég með í þeim hópum og mér leist vel á það. Já, þetta var óslega skemmtilegt og spennandi og ég hérna, þú veist að það lind ekki látum hérna fólk var að hringi í mann og vildi tala um hann og þú veist og sína þessu áhuga, þetta var óslega spennandi en svo allt í það fattaði ég bara eitthvað og ég veit svo sem ekkert hvað ég fattaði. Ég fattaði bara að þetta var ekki leið fyrir mig. Nei, ég veit. Nei, en það hérna sko, fyrir mér þetta líka að vekja athygli, sko. Og hérna, ég veit að til dæmis það fullt af fólki sem að hlusta á svona pælingar eins og skattar með valdi séu glæpur, sko. Já, það einmitt gallinn við sumt fólk að það tekur eftir setningunni en ekki innihaldi setningarinnar. Já, þetta mýmheimur andskotans. Tókst eftir því þegar menn ætluðu fólk sem að tekið mark á, ætlaðu að fara að fjalla með þessu setningu, þá sagði það bara, heyrðu, skattheimta er ofbeldi. Já. Það fattaði ekki þessu hugsun. Nei, en það voru það snúið, það þjóðfélagsverk fyrir að snúa út úr því, sko. Jú, en ég teki eftir svo víðari grundvill, hann orðaði þetta nú, hann Jordan Peterson, nýji gaurinn sem ég hlusta á. Hann var einmitt að orða þetta mjög vel í viðtali við Joe Rogan í fyrra. Þú veist hvað Joe Rogan er, snillingur? Já, hlusta á hann. Og að hann orðaði þetta betur en ég bara náði ekki að grípa setninguna svo ég geti flekt henni og held henni á loftinu. En hann kom að þessu nákvæmlega sama fyrirbæri að sko, fólk festist í ideológíum, tekur þeim með innprentunum, tekur þeim með fyrirsögnum og síðan fleygir það bara fyrirsögnum í kringu sig á þess að skilja hvað það merkja. Já. Og það sem ég átti við þegar ég var að tala hérna denimslefandi gólemið í innkaupaferð. Þú veist, þú getur vakið fólk með ranti, þú getur vakið fólk með stjórnmálaaðgerð, þú getur vakið fólk með hinn og þessu. Ég meina, þú veist, kristnin fyrstu 3 aldir kristninar var mjög mikil andleg vakning, þangað til Konstantín eyðilagði. Þetta gerist reglulega, þetta eins og ég verið að tala með boðskap Móse og Exodusi, þegar ég fór að fatta að þetta Exodus var einmitt allsherjar vakning innan egypska heimsveldisins, þar sem fólk fór að spyrja spurninga og sameinast að fara nýjar og aðra leiðir. Og þetta er ekkert nýtt. Ákveð ætti ég að vera að reyna að komast að einhverju vakningu eða þú eða hvað viltu fá út úr því? Ég veit alveg nákvæmlega hvað ég vil fá út úr þessu. Ég er löngu búin að svara því. Og hvað er það? Það sem mér ber. Sem er heimsíðuráð. Það er á leyndólista. Leynilista. Það er samsæri. Já, við tveir erum náttúrulega líka gríðarlega mikið í heimspeki og guðfræði, sko. Það er sama hvað, það að segja ýmislegt okkur, en við erum fremstu aðilar landsins í heimspeki. Ég er fremsti heimspekingur heimsins í dag. Það er enginn sem kemst með tæknara sem ég með hælana í guðfræðilegri heimspeki. Já, það var í löngu búið að taka mig í karphúsinu ef það væri til glöfa í minni heimspeki. Já. En hérna, já, ég reyndar að sammála því. Ég held að það sem við erum að gera er að hluta til uník á heimsvísu líka, ekki að það sé neitt mælikvarði á neitt. Það er algjörlega uník það sem ég er að gera í minni heimspeki, algjörlega uník. Og þegar ég er að íslenska ranta, það er meira bara svona eins og andleg sjálfsfróðun. Ég er algjörlega fókus á enska rantinu, sko. Ég hef ekkert meira að segja á íslensku. Nei, ég hef ekki sinnt enskun alveg nógu vel og ég hef mikinn áhuga að fara meira yfir á Super Jesus channelin, sko. Já. Og hérna ég bara þarf að vinna og sjá fyrir fjölskyldu, sko.
Það tekur smá tíma. Já, en ég líka bara svona, þú veist, að leyfa mér eins og þú að vera með stórar yfirlýsingar, sko. En nei, ég nefnilega búin að fatta að eina leiðin til þess að koma á einhverju breytingu sem að mér líkar að það verði hugarfarsleg breyting hjá fólki almennt. Já, sko, fyrir mér þetta starf tvískipt, sko. Þegar við erum allavega þegar ég að vinna með heimspekileg hugtök og guðfræðilega pælingar sem að í mínum huga sama fyrirbæri, sko. Þá það aðeins til hliðar við það sem ég vil gera eða sjá ske, sko. Svo ég alveg til í að vera í þessum viðtölum við harma grettunar, sko. Og það sonur minn á Íslandi sem býr á Íslandi kommentaði, hvað, bara kurteisir þið? Hvað í gangi? Ég sá það. Er það eitthvað að förlast, pabbi minn? Ég þarf eitthvað að fara að endurskoða framsetningar mínar. En það sko, ég náttúrulega var í hagsmunasamtökum heimilana, þannig að ég hef aðeins hands-on vinnu í þessu og fullt af alþingismönnum sem ég svona ráðherrum og sem ég hitt bara persónulega og tala við og hef svona verið alveg viðloðinn það, sko. Þannig að ég svo sem alveg veit hvernig það virkar allt saman. Og þegar ég að spá í hluti eins og fara í forsetaframboð eða fara með flokk í framboð, þá ég með ákveðið agenda í því. Og það til dæmis þetta, ég ekkert að grínast að setja vegg utan 150. Nei, ég veit þér alveg. Og mér sko það sem ég tók eftir í starfi mínu í hagsmunasamtökum heimilana til dæmis að það enginn að horfa á Seðlabankann og fólk alveg bara missir vatnið þegar Lilja Mósesdóttir tjáir sig sem Seðlabanka stelpa, sko. Já, hún tjáði sig að sumið, en það aðeins einn aðili á síðustu 8 árum sem hefur náð að tjá sig Seðlabankann svo eftir sér tekið og það ekki Lilja Mósesdóttir. Og það heldur ekki við, það hann Gauri Samherja. Samherja? Já, það hann Gauri Samherja sem búin að vera í málaferli við Seðlabankann út af spillingu í Seðlabankann og það vel eftir því tekið. Ég man ekki hvað hann heitir. Vilhelmsson eða Vilhelmur eða Vilhjálmur eða eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir. Já, Vilhelmur. En sko, Og Már Guðmundsson í mesta basli með að svara honum, sko. Vegna þess að hann að fara einmitt leiðina sem þetta pakk getur skilið og það að fara skjalavaldsleiðina. Já, en sko, ég svolítið fyrir það að sko vinna aðeins með höndunum. Og til dæmis gefandi það hvað peningakerfið mikil svikamilla, þá sé ég ekkert að því að fólk fara að prenta peninga. Já, þessi... Og greiða upp skuldir sínar og ganga frá öllum slíkum málum. En fólk skilur bara ekki þessa hugsun. Nei, það örfá prósent sem skilja. Eða myndum mæta núna. Öll þessi lög, það allar reglur, lög og útfærslur til í þjóðveldinu nú þegar. Ef 20.000 manns kæmu á þingull núna í júní og lýstu yfir fylgni við þjóðveldið, þá getum við fellt úr gildi allar skuldir á Íslandi samdægurs og fylgti eftir. Öll lög eru tilbúin. Mér nýr gjaldmiðill tilbúin. Eða svo til, þá bara eftir að lögfesta á héraðsþingi, það verið að ræða það nú. En nei, við viljum ekki skoða þessa leið. Akkur að því bara, já, ok. Það vill enginn skoða málefnalega röksemdafærslu eða innihald eða innsæð eða neitt slíkt. Það bara því ekki til að fara. Já, ég held að allt með orðinu þjóð virka ekki. Þjóðþing, þjóðveldi, þjóðþætt og þjóðhitt. Ég veit það. Ekki branding heimi, ekki markaðshyggju heimi. Ég veit það. Ég hef búin að átta mig á því voru 2013. En hversuna heldur til nafni málefnaflutningi sem ég veit að ósælimiður?
Hvers vegna skildi ég nú gera það? Fyrst ég veit að það er að nota önnur orð og önnur nöfn. Já, þú sér það, hann hérna Ásgeir hagfræðingur var að skrifa heila bók, sko. Þar sem að hann var að tala að þessi hugmynd, greiðsluverkfallið, hefði haft áhrif á vinnu í fjármálu landsins, sko. Sko, greiðsluverkfallið er fín hugmynd, en útfærslan að henni var algjörlega fatal. Nei. Nei, ok, fínt, ok. Hún var að mörgu leyti mjög sniðug, af því að hugmyndin er sniðug, útfærslan var alveg út í róhætt. Já, hvernig vilt þú útfæra það öðruvísi? Ég er margbúin að segja það. Já, hvernig? Þú borgar sléttamánuðinn, geymar 8 mánuði. Já, nei. Já, nei. Sko, við lögðum einmitt til að fólk geti sjálft valið hvernig það myndi útfæra akkurat þetta. Wow. En við lýstum yfir greiðsluverkfalli á lögmætan hátt. Við fórum með kröfugerð til ríkissáttasemjara. Við fórum alveg eftir skjalavaldsbókinni. Og það var það sem þeir voru svo hræddir við, að við fórum eftir bókinni. Þeir voru aldrei hræddir við. Hvort þú borgar annarkvort mánuði eða þriðja mánuði eða hvort þú ferð í greiðsluverkfall gegn Landsbankanum eða Útvegsbankanum, það breytir engu, sko. Þeir voru aldrei hræddir við þessa hugmynd. Jú. Nei, hún var andvana fætt. Nei, það reyndar ekki. Það var eina skipti sem að pólitíkasar komu sveitir á fundi við okkur var út af þessu. Hins vegar er það rétt hjá þér að þeir sem að brugðust okkur voru aðilar eins og Vilhjálmur Birgisson á Akranesi. Það sem að ég er að reyna, það sem ég er svona svolítið að stríða þér með, er að þú veist, ef við ætlum að horfa á okkur að ég fékk þarna flotta hugmynd og svona, það var þá. Þessi hugmynd er ennþá gild, sko. Ég er búin að fá fullt af góðum hugmyndum með það. Margar þeirra eru þvílík snilld að þú veist, maður bara svona stundu kyrsir á sig handarbygginu svefni, sko. Ég segði mér eina hugmynd sem að jaðrar við greiðsluverkfalls hugmyndina. Nei, ég er ekki að meina endilega með það. Þú veist, maður fær hugmyndir sem eru alveg brilljant góðar af þessum hluti. Ég fékk viðskiptahugmynd fyrir 7 árum síðan. Þetta er ekki viðskiptahugmynd, sko. Nei, ég er ekki að tala um það. Ok, move on. Ég fékk viðskiptahugmynd fyrir 7 árum sem ég hef engan áhuga að framkvæma, ekki neitt. Og þess þó ég hefði áhuga á því þá hef ég ekki heilsu til þess. En það er til hópur og fólki í samfélaginu sem er að bíða eftir því að einhver gaur eins og ég fara af stað að framkvæma hana, því hún er svo góð. Þú veist. Já, haug af svona hugmyndum sem ég geti listað. Hugmyndir er ekki góð bara vegna þess að hún var snið. Bara vegna þess að hún var snjöll hugsun. Hún er góð ef hún fær byr. Ég er ekki að samfæra þig. Ég veit, það er náttúrulega bara eins og núna. Ég er með alveg meiri háttar hugmynd í sambandi við orkubúskap, í sambandi í orkubransanum sem myndi breyta orkukerfi bara algjörlega, myndi umturna öllu orkukerfi heimsins, sko. Ég get útskýrt fullkomlega fyrir þér hvað ég á við. Já, gjörðu svo vel. Þú veist hver Thomas Alva Edison var? Já. Hann fékk hugmynd að glóðarperu. Reyndar ekki alveg rétt. Hann las þessu hugmynd. Nákvæmlega. Menn voru búin að fjalla þessa hugmynd. Þeoretist var hún rétt. Hann sá hugmyndina. Honum fannst hún ógeðslega sniðug. Og hann fjármagnaði rannsóknir á því hvernig mætti koma inn í framkvæmd. Hann gerði ekkert sjálfur þessar tilraunir, 7.000 tilraunir eða 3.000 tilraunir. Hann borgaði öðru fólki fyrir að framkvæma þær. En býtum við, í dag hugsa fólk, djöfull var þetta góð hugmynd að glóðarperunni, það eru glóðarperur út um allt. Býtum við, hvaða ár fékk hann þessa hugmynd?
Manstu það? Nei. Ég man það ekki sjálfur. En ég veit svolítið annað tímabilið þegar hann fékk þessa hugmynd. Þá var búið að vera í 20-30 ára ákveðin iðnaður í heiminum sem gekk út á það að selja kerosínolíu á inn á öll heimili. Þegar að John D. Rockefeller varð ríkur á olíu, þá var það ekki út af olíu eða bensín og bíla. Slíkt kom ekki inn á markaðinn fyrir 1920-30. John D. Rockefeller horfði á það árið 1860-70 þegar hann sá hvað kerosín, mjög vel hreinsuð olía, gat gert. Þá fattaði hann að fólk sem var að brenna kerti og lýsislampa inn á heimilum sínum gæti keypt kerosínolíu og keypt lampana með kveiknum sem hann var skrúað upp í og inn í glerkútli. Hann sá hvílík snilld kerosínlamparnir voru. Ef að þú framleitir kerosínlampa og seldir ódýrt og gast dreift kerosínolíu þannig að þú gast nálgast hann allstaðar, þá væri það brilljant viðskiptahugmynd. Hann fattaði til dæmis að það er haft eftir honum ára 1880 í Kína er stærsti kerosínmarkaður í heimi, ég vil fá þennan markað. Þegar Thomas Alva Edison fékk hugmyndina glóðarkertaperunni, þá var kerosínlamparinn á öllum heimilum út allan heim. Og þeir sem áttu petrokemikaliðnaðinn áttu þann markað. Og John D. Rockefeller og hans lið og búið að eyða 30 árum í að tryggja heimsyfirráð á þessu markaði. Þarna ykkur gaur sem fattar, ef ég er með glóðarkertaperu sem gengur fyrir rafmagni, það er miklu sniðugra heldur en kerosínlampinn. Í mörgum borgum eins og París, New York og London og Washington og Tokyo og kannski 2-3 öðrum borgum, þá að byrja að leggja gasleiðslur á heimili á fólki, svo að fólk gæti kveikt á gasljósum. Þegar að Thomas Alva Edison fór að kynna þessa hugmyndal glóðarperunni sem að virkaði, veistu hver fyrstu svör fólks voru? Nei. Við höfum ekkert við þetta að gera. Já. Og hvers vegna? Vegna þess að það er engar rafleiðslur hjá okkur, vegna þess að það er engin raforkuver, vegna þess að það er ekki einu sinni háspennulínur inn í bæina. Já, ég veit. En Thomas Alva Edison var nefnilega búinn að fatta svolítið annað. Hann var búinn að fatta það að nýji peningurinn, næsti gróðapeningur, væri í málmbræðslu og álframleiðslu með rafmagni. Hann var önnum kafinn við það að búa til rafmagnsframleiðslu fyrir stálbræðslu og álframleiðslu. Það var snilldin hjá honum. Glóðarperurnar voru bara svona, já, þá get ég lagt rafmagnin í bæinn og selt glóðarperur og rústað petrochemicals. En hvað varð viðskiptaempire Thomas Alva Edison? Það komst aldrei á legg. En hugmyndin fékk byr. Hún fór á flug. Og það sé á við með góða hugmynd. Hugmynd þarf að hafa sýn. Og hún þarf að geta komist á flug. Og þá þýðir ekki að segja, jú, þetta var góð hugmynd, jú, þetta var góð hugmynd, jú, þetta var góð hugmynd. Fuck that. Já, annarkvort heldur að ég sé algjört unga barn í hugmyndavinnu eða þú skilur ekki hvað ég er að segja. Það er til og með þessar hugmyndir sem ég verið með. Það er alls ekki að segja. Til dæmis með Rockefeller sem er alveg hárrétt. Býttu, má ég svara þessari yfirlýsingu henni? Já. Ef ég héldi að þú væri unga barn í hugmyndavinnu, þá hefði ég ekki nefnt að fara að ræða þetta við þig. Já, takk fyrir það. En málið er það að Rockefeller með kerosínolíu er ráðandi markaðsaðili og það er alveg hárrétt hjá þér að hugmynd án markaðsskilnings er einskis virði. Og það er þegar sannað, hugmyndir mínar eru þess eðlis að ég hefði geta bent Rockefeller á, hér er ég með hugmynd sem að mun auka, þú ert með þetta mikið verð á kerosín, þú selur á 100 krónur kerosínið, einhver eining. Og ef þú ert með fasta samninga allt árið á að selja kerosín, þá færðu 150 krónur á föstu samningana. Hér er með aðferð fyrir þig, uppfinningu, sem að tryggir að þú getur tekið í staðinn fyrir 30% af orkusölunni eða kerosín sölunni í 30% í öruga 150 krónar sölu,
þá getur tvöfaldað það fyrir þig. Ok, þetta gott mál, en ég varpaði fram í sögunni minna ákveðni lykil spurningu. Tókst eftir henni? Þessi gagnrýni sem þú ert að segja hárrétt. Nei, þetta var ekki allar sem gagnrýni, þetta var allar sem hvetjandi pæling. Ég tek að, skilur, Vegna þess að ég spurði líka á hann, hvert markmiðið með þessu? Þú veist, þú fyrst hugmynd fyrir 10 árum, hún fór ekki á flug, það var ekki hægt að selja hana og fólk almennt getur ekki skilið hana. Þá væri hugmyndin dauð, hún einskis virði. Nei, það er ekki rétt þar. Ok, ef þú vilt hugsa það þannig. Ég búin að fá fullt af hugmyndum í sambandi við þjóðveldispælingarnar sem eru einskis virði þó að séu snjallar. Snjöll hugmynd hefur ekkert virði nema þú getur selt hana. Ég hef fullt af hugmyndum líka sem eru handónýtar sem ég ekki að tjá mig mikið Hins vegar greiðsluverkfalls hugmyndin veit ég að hún þarna, sko. Já, ok, fínt rammaðan upp á vegg, but move on. That's my point. Spurðu sjálfan algjörlega hvar feilar hún í minn eigin hugsun. Það sem ég gerir sjálfan. Ég með ákveðna hugmyndir í gangi sjálfur sem að fljúga. Já, ok, tökum þetta aðeins í búta. Við það hringja símina því að ég hafði bara tíma til 7, ég geti sett þess að smá lengur. Já, sko, ok. Tökum þetta bara á hugmyndafræðilega levelin, burt sér frá framkvæmdalevelnum. Já, og burt með allt ég og mín. Burt með allan egoismósu. Nei, byrju, leið mér að klára. Þú verður leið mér að klára. Já. Að sko... 3 sekundur. Segðu hver. Amen. Ok. Aðstæður á Íslandi, það sem stundu gríðarlega ógulánastarfsemi og greiðslu aðilar eru alveg að drukkna. Segðu mér hvar gallinn hugmyndafræðilega í greiðsluverkfalls hugmyndinni? Ég hef aldrei sagt að það sé galli í greiðsluverkfalls hugmyndinni. Ok, þá erum við sammála það. Ég sagði... Ég segi komma. Ég sagði útfærslan. Já, ég var ekki að spyrja það. Nei, ég var ekki að spyrja það. Ég hef aldrei sagt að hugmyndin hafi verið léleg eða slæm eða neitt. Ok. Við erum sett sammála það að hugmyndin var brilljant og hún stendur. Þá setjum við punkt þar. En sjáðu hvað mér tókst að gera. Við erum búin að eyða 20 mínútum í að þrefa það hvort hugmyndin mín var góð. Nei, skiptir mig engu máli. En málið er það að sko það sem að víkur að útfærslunni, þá var þetta alltaf bara í fyrsta skipti sem þetta var gert. Og það var eitthvað fólk sem hringdi í mig, eða fólk sem sendi mér skilaboð eftir þetta, 2-3 árum seinna, á þessu leigu, það var svona hús á Akureyri sem var leigt, einn eigandi átti heila blokk og leigði einhverju fólki og það var óvægt. Engin egoismi í þessu, okkur erum við ennþá að tala hvort hugmyndin er góð eða ekki, við erum báðir sammála hún er góð. Nei, ég ekki að tala hugmyndina, nú erum við að tala útfærsluna. Við vorum ekki búin að setja punkt við hugmyndina sjálfa. Ok. Þarna var félagar í leigufélagi fullt af fólki sem leigði blokk og gaurinn gerði aldrei neitt sem hann átti að gera. Og þessi gaur sendi mér svona þakklæti fyrir þessa greiðsluverkfalls hugmynd að þau gerðu það, þau sendu eigandanum bréf, svo ef þú lagar ekki þessi atriði, þá greiðir engin leigu næstu mánaðamót. Og það var innan 2 vikna búið að laga allt sem þau vildu. Nei. Þannig að þarna svona einangra dæmi það hvernig útfærslan var fullkomin, sko. Og það það sem að, sko, fyrsta, ég alveg sammála að þessi fyrsta lota okkar í greiðsluverkfallinu var óbúslega erfið af því að við til dæmis vorum mikið að tala við Vilhjálmur Birgisson á Akranesi og við héldum að við fengjum einhver úr svona prímadonnunum í verkalýðshreyfingunum með okkur í þetta og RÚV og allir þessi fjölmiðlar voru allir bara að reka rýting í baki á okkur, sko. Og svo var hann allt í einu mættu upp á dekk fullt af sérstaklega á Framsóknarflokknum, mættu bara fullt af þingmönnum og
og allir voru eitthvað alltaf að gera of mikið fyrir alla og allir voru góðir og þetta var það var rosalega mikil vinna lagt í að keyra þetta út í skurð framkvæmdarlega séð. Ég var að fylgjast með þessu í fréttum á sínum tíma. Ég man alveg eftir þessu. Ég fjallaði þessa hugmynd í bók sem heitir Endurreisn þjóðveldi 2013. Ég veit alveg hver þessi hugmynd er. En ég ætla ekki að reyna að útskýra fyrir þér frekar af hverju útfærslun á henni var röng og hvernig mín útfærsla hefði virkað betur. Ég reyna að eyða orku í það vegna þess að það er einskis virði. Mér langar hins vegar að benda þér svolítið annað. Hver var lykilspurningin í sögunni Thomas Alva Edison? Ég varpaði lykilspurningu inn í orðaflauminn. Sko, uppfinningin sjálf á glóðaperunni er svo lítil varta í kerfisbreytingunum að hún skiptir nánast engu máli. Sko. Það var ekki spurning. En mér tók sér svo að sýna fram á það. En það er svarið, sko. Spurningin er, hvað varðum viðskiptaveldi Thomas Alva Edison? Var hann ekki þingmaður og eitthvað svona bara plebbi eiginlega? Af hverju tókst honum ekki 20 árum, 30 árum fyrir uppruna bílvélana að gera út af Rockefeller-veldið með þessari nýju útfærslu. Rockefeller-veldið á ennþá heiminn. Já. En Thomas Alva Edison bara minning. Já, nákvæmlega. Og samsæringar eru aðalega velta sér upp úr því hvort hann hafi stolið hugmyndum frá Tesla eða ekki. Það er enginn að skoða þetta. Hvernig fór Rockefeller að því að taka mestu hættu sem hefur steðjað af Rockefeller-veldinu frá upphafi og núlla þessa hættu? Sérðu hvað ég er að fara? Rockefeller hafði sýn, vilja, dug, áræðni og klókindi. Já, algjörlega. Já. Menn eru svörtinga því að Rockefeller er evil. Nei, Rockefeller is brilliant. But nobody's learning from him. Hann er viðskiptalega snillingur. Gargoyles. Bara gargoyles upp til ópa. Gargandi auðlar. Já. Málið er það, sko, að ég er alveg sammálaður því að Rockefeller er viðskipta snillingur. Algjörlega. Hann bráðist. Bara meira háttar snillingur. Hann var ofurmenn í hugsun. Já. Og þessi fjölskyldu veldi eru flest ofboðslegir snillingar í viðskiptum. Rockefeller var eign Rothschild. Rothschild 8 með húð og hári. En þú sér að hann datt á honum allt hárið upp úr 70, upp úr 60. Bókstaflega. Það hefur ekki gerst hjá mér. En málið er það, sko, að ég náttúrulega hef verið í viðskiptum það lengi að ég skil þessi element, sko. Og í raun er business ofboðslega einföld vísindi. Þú mútar bara pólitíkusum og það er best en businessin, sko. Og en ef að þú hefur siðferði, að þá skilja, sko, þessar strategíur og business tækni Rockefeller er bara snilld. Það er alltaf hægt að toppa þessa snilld. En hins vegar, þegar þú kemur að siðferðislegu málum, eða sem sagt, þegar þú kemur að því að bara drepa 60% mannkyna þegar þeir eru useless eaters en sitters. Það er ekkert verið að fara að drepa 60% mannkyni. Já, það er svolítið damaging evidence að hann hefur sagt það bara sjálfur. Sko. Já, það er deception. Diversion. No. Ok, hvað áttu miklar eignir? Hver? Þú. Ég á ekki neitt. Áttu ekki neitt? Kona mín á allt. Já, ok, þú og kona þín. Hvað eigið þið miklar eignir? Kona mín á allar eignir þessara fjölskyldu. Það er allt strategískt gráða hana. Hvað ertu tilbúin að eyðileggja og brenna upp mikið af eignum þínum? Í hvaða tilgangi? Ég einmitt. Í hvaða tilgangi? Já. Ef þú átt 7.000 milljón manns, hvað ertu tilbúin að eyða mörgum þeirra?
Ég hafna þeirri fulleringu að mannvera geta átt aðra mannveru. Já, ég veit að þú hafnar því, en staðreyndin svo að 7.000 milljón manns á þessari jörð eru eign, skráð eign. Hvað ef að þú ættir þessa eign, hvað ertu tilbúin að eyða mörgum þeirra bara út af einhverju hugmynd sem heitir useless eaters? Ég hafna þessari hugsun. Ég veit að þú gerir það, en þú ert heldur ekki Rockefeller. Nei, nákvæmlega. Þess vegna segi ég, sko það bara eins og þegar að ég var í viðskiptum á Íslandi til dæmis. Þá var ég með skattinn og tollinn bara inn á skrifstofu hjá mér, bara með innsigli og lúgandi og gerandi áætlanir og bara rústandi mínu viðskiptum. Ég fekk árás frá Ríkisútvarpinu þegar ég hringdi í Microsoft í Danmörku og bað eftirlit með eða samstarf út af stolnum Windows 95 dæmum og slíku. Ég vildi hafa þetta allt saman eftir bókinni. Og þá leggur Screwview í herferð gegn mínu fyrirtæki að við séum í einhverjum kóparingastarfsemi. Þú ert rebel sem að hafna ráðningarsamningum, það þýðir að þú ert ekki eign. En ég ekki að spyrja endilega hvað þú myndir gera. Þú veist, Axel Pétur Axelsson, ég að segja það að þessi áróður sem hefur verið í gangi núna í einhver áratugum að they're gonna kill us, they're gonna cull the population. Þetta frímúrara áróður til þess að halda okkur uppteknum í einhverjum orðræðum þetta. Þetta alveg eins og spurningin siðferði. Það hefur engin valdsherra í neinu stjórnvaldi eða nokkur viðskiptajöfur nokkru sinni velt fyrir sér einhverju fyrirbæri sem heitir siðferði. Þeir einu sem spá í siðferði eru skólar, innprentunarskólar og innprentunarkirkjur. Það þeir einu sem spá í siðferði. Þeir einu sem láta spila á sig með einhverjum drama orðræðu siðferði, það eru Steinrunnin Golem. En fólk sem að fer með völd hefur engan áhuga á einhverju sem heitir siðferði. Siðferði alveg eins og sérst berlega í paradísarfallinu hjá Adam og Evu að spurningin rétt og rangt og siðferði og allt það snýst vald. Sko. Ég ekki að segja það að við að varpa góðu siðferði, en við þurfum að vera raunsæ. Þú varst nú að tala það í vikunni, mjög skemmtilega, hvað raunveruleikinn? Raunveruleikinn brútal. Það val, sko. Ef þú lappar fram hjá snák í snjónum sem við það að drepa, þá tekur hann heggur á honum hausinn til þess að hann lifni ekki við og geti bitið eitthvað. Og þú ferð ekkert að velta því fyrir þér hvaða siðferði liggur þar á bakvið. Já. Vegna þess að þú veist að það gott siðferði að lina þjáningar dýrsins. Nei. Það ekki? Nei, ég myndi náttúrulega drepa snákina því að hann ógnar mér og minni fjölskyldu. Ég myndi drepa hann mannaðar ástæðum. Já, það stendst ekki. Þá myndir þú taka hann inn og undir sækjaður. Nei, ég myndi lína þjáningar hans með því að drepa hann. Það engin rök. Nei, það það sem var kennt í sveitinni og ekki laug amma. Þetta áreiðanlegum heimildum. Maður bara sá það með dýr sem var ekki hægt að lækna eða sjúkra eða hefði verið hættuleg hefði verið sjúkra, þá var bara best að lína þjáningar þeirra með því að aflífa þau. Já, þetta hana sama blekkingunni þau letuð samstundis. Ok, og hvaða máli skipti það? Nei, ég bara segi svo, ég bara svara spurningunni. Það deyja allir samstundis, sko. Og sama með þetta, þessi eins og Bernie Sós hefði í sínu myndbandi, hann sagði, ég vildi óska þess að vísindamenn myndu finna upp gas sem að var að drepa fólk á mannúðlegan hátt með. Það þessi mýta mannúðlega morðingjan, sko. Ég var bara að svara spurningunni hvað siðferði. Siðferði relatífur sannleikur, relatífur trúðismi. Eða samningur. Eða þá, þú veist, en það hægt að deila það endalaust, en sjáðu elituna. Elitan alveg sammála þegar kemur að því hvaða siðferðis stefnu á að beita gegn skríl. En hún rífst það hvort að ég vera virkjun í Borgarfirði eða Hvalfirði. En hún sammála það að skuli vera virkjun. Sko, það sem að ég var nú að tala svolítið í dag í live-inu, og það reyndar svolítið athyglivert. Það sko, gjöra öðrum eins og aðrir vilja gjöra yður. Það svona ákveðið lögmál
að sko Nei, það er kenning frá Jósúa Maríusinni, kenning sem er til í babylonska talmúdinum og er eldri en hann. Og sömuleiðis bæn Jesú, faðirvorið, er gömul rabbinisk bæn sem var þekkt í Babylon 500 árum fyrr. Já, en allavega þá er valdstjórnin íslenska að leggja til þungunarrof. Sammála því og þetta er þvílíkur viðbjóður. Sem að ég segi að er það sama og lífsrof. Já, við erum ekki þarna alveg að ræða það sama. Ég er ekki á móti fóstureyðingum, ég er á móti því að kalla það lífsrof. Eða þungunarrof eða eitthvað slíkt. Ég er á móti þessum orðamarxisma sem er í gangi að fara að uppnefna hlutina einhverjum nöfnum til þess að deyfa góleminn meira. Já, en ég er á því að sko mannskepnur sem vaða upp veggi á Íslandi og eru fann að gefa erlendum glæpasamtökum land víkinga, að þeir eru rétt tækir inn í meðferð, mannúðlega meðferð lífsrófs. Af hverju trúir þú að fyrirbæri víkingur? Það er ég er víkingur. Við höfum oft talað þetta með UNESCO, þú veist þetta eins og þetta, við vitum það báðir að Þingvellir eru komnir á vald UNESCO og þú manst að ég var nei. Þeir sem að telja sig þeir sem að hafa skrifað undir þá samninga, þeir þurfa að fara í gegnum lífsrofs meðferð. Já, og þar verður samningarnir undir. Ég sagði komnir á vald. Já, ég hafnaði valdi. Já, þú ræður því ekki. Jú. Ok. Ræktu þá ameríska herinn frá Evrópu, fyrst þú verður vald yfir því. Það breytir engu, þeir geta drepið alla Íslendinga og drepið allan heiminn. Það stendur eftir að Ísland er landi víkinga. Ef þú stendur upp í vegg fyrir framan aftökusveit, hver hefur þá vald yfir þér? Ég sagði ekki réttin til þess að hafa vald yfir þér. Það breytir engu. Sá sem held... Það er fyrir því þeir veit ekki hvað þeir gera, sko. Okay. Sá sem hefur vald yfir einhverju, hann hefur vald yfir því. Hann hefur stjórn á því. Hvort sem hann á það, eða hvort hann hefur lagalega rétt fyrir sér, eða siðferðilega rétt fyrir sér, eða hvað er réttlæti, eða eins og framvegis. Til dæmis Ísland er í dag hertekið af bandaríska hernum, samt er engin bandarískur her á landinu. Já. Íslenska lýðveldið er búið að vera hernumið síðan 1940. Samt voru 5 ár eftir stríð þar sem var engin her á landinu. Núna eru 10 ár sem hafa bara verið her öðru hvoru á landinu. En það er samt hernumið af NATO-síðonska hervaldinu. Síonista NATO hefur vald yfir Íslandi. Ólöglega íslenska lýðveldiselitan er búin að afhenda UNESCO vald yfir Þingvallaþjóðgarði. Það er að undirbúa það að afhenda allt hálendi Íslands til UNESCO. Það er meira sem listað á UNESCO en að það sé í bígerð. Og það er engin Íslendingur að bregðast við þessu. Nei. Þeir eru bara jarmandi á eftir einhverju legaplaggi frá 2012 sem að meira sé að lögfestir þetta megi. En þú varst að halda því fram í vikunni og ég ætlaði að spyrja þig út í það frekar en fara að jagast einhvern orðanotkun. Þú varst gaman að jagast. Byrst afsökunar hvað ég er erfiður í kvöld, það er eitthvað í skapinu. Nei, bara endilega, sko. Ég hveti til þess líka, sko. Það er ekki oft sem að ég er erfiður við þig, en svona það má gera það stundum. Ég hveti til þess. Ok. Að þú nefnilega sagðir, ég man ekki hvort það var íslenska enska læfinu, að þeir væru komnir með vald yfir Reykjanesi og ég man ekki eftir að það sé neitt um það. Jú, Reykjanesi skilgreindur UNESCO þjóðgarður. Hvar sástu það? Það er bara common knowledge, held ég. Allavega þá En ef þú rekst á það aftur, sendu mér linkið það, mér vantar að sjá
Þetta stórt mál í mínum haus, sko. Þú veist hvað ég heitur í þessu máli. Ég hata náttúrulega Sameinuðu þjóðirnar og UNESCO og lýðveldi alveg á öllu mínu hjarta og allir mínu sál. En hérna, ef að við gerum samning, ég og þú, það að við megum ríða fegurðardrottning Íslands á þriðjudögum og miðvikudögum. Þú fær þriðjudagana og ég miðvikudagana. Nei, ég fær þriðjudagana. Mér finnst reyndar fegurðardrottningar frekar fráhrindandi fyrirbæri. Allavega. Ég lofa því ekki með standi. Það aukaatriði, en segjum það að við gerum samning þetta. Og síðan bara mætum við á þriðjudögum og miðvikudögum heim til fegurðardrottningar Íslands og ríðum henni, sko. En hvað ef að þú þarft að halda henni? Var það ekki að vera inn í samningnum ef hún er ósammála þessu? Það er náttúrulega... En ef að samningurinn er löglegur, þá er það náttúrulega ekki nauðgun. Já, hún getur náttúrulega ekki neitað slíkum samning. Ég meina, ég sýni henni það bara afrit af samningnum og þá bara glennur hún sig fyrir mig. Þetta vita allir, sko. Já, ok. Sama gildir einhverjum samninga sem einhverjum Brussel-hórur eða Kana-mellur að gera við einhverja pimpa í útlöndum. Það skiptir víkinga Íslands engum máli. Það engir víkingar á Íslandi? Jó, ég. Þú ert ekki á Íslandi? Jó. Ok. Íslenskir víkingar ekki til, kallið minn, og hafa aldrei verið til. Jú, þeir eru absolutt til. Ég nefnilega fattaði svolítið í vikunni sem ég var að því komin að gera vídeó en gerði nú ekki. Ég allt í einu fattaði það að allt sem okkur sagt Íslandssöguna frá því fyrir 1662 ekki bara lygi. Það bjó enginn á Íslandi fyrir en eftir 1662. Hugsanlega. En það breytir engum. Þú eru engar, má ég útskýra fyrir okkur ég segi þetta? Já, ég var nefnilega eitthvað að velta fyrir mér og ég sagði, ok, þetta bara kenning, sko, þetta bara svona tilgátukenning, svona meira sett fram í gríni, því þú veist alveg hverju ég trúi, sko, þú veist, ég alltaf að tala þjóðveldið og alþingi, allsherjarþing frá 930 og þetta, sko. En ég var aðeins að velta fyrir mér einu fyrirbæri daginn, hlutur sem ég oft velt fyrir mér í gegnum árin, en hefur alltaf verið svo rosalega djúpt í undirvitundinni að það hefur aldrei náð alveg upp. Þannig ég fari skilmerkilega hugsunum. Og ég sagði, vá, hvað er ég að gera við þetta? Allt í einu náði þetta upp á yfirborðið. Ok. Íslendingar, þegar þeir komu til Íslands upp úr 800, þeir voru búnir að ferðast alla Evrópu. Allri Evrópu byggðu menn sér hús úr grjóti. Þeir lögðu vegi. Þeir smíðuðu kerrur til þess að ferðast eftir þessum vegum. En á Íslandi var aldrei byggð ein einasta steinbygging, það var aldrei lagður ein einasti vegur. Svo ég sagði, heyrðu, bíddu nú hægur. Eyland hérna út í heimi sem veit hvað það græðir á vegum, veit hvað það græðir á því að byggja varanlegar byggingar. Það ekkert í fornleifa uppgreftri á íslensku eyjunni sem bendir til þess að nokkuð tíman fyrir árið 1800 hafi nokkuð tíman verið byggð steinbygging hér eða lagður vegur. Og miðað við alltaf vit sem hefur verið hér í gangi á landinu, miðað við vitið sem finnst í bókmenntunum okkar, þá eitthvað hérna sem smellir ekki heim og saman. Þetta hafa sér svolítið, þetta svona svolítið bara eins og hugstjarfur skríll sem hugsar ekki, sem býr í einhverjum moldarkofum og lítur aldrei út fyrir hérna eigin nef og þannig meira sem menningar ástandið á landinu í dag. Svo ég sagði, bíddu, hvað ef það var engin byggð á Íslandi fyrir en eftir 1660? Hvað ef þá var hróflað hingað mestu heimskingum og ómenntuðustu rugludöllum í Evrópu til að koma þeim hingað eins og eftir einhverju ómerkilegri fanganýlendu og þeir hóluðu sér bara hérna niður með hor úr nefi og þú veist, kunnum alla skeina sig, sko. Þú veist, þú finnur ekki einu svona menjar það hvar menn voru til dæmis með útikamrana sína. Það voru aldrei neinir útikamrar á Íslandi. Það var bara farið og skitið út í einhverju hóli og bak einhvern grjót. Við allt í einu fatt að, heyrðu, þetta allt lygi. Ísland var bara ekkert í byggð fyrir en eftir 1660.
þá var bara komið hérna með einhver fávita skríl og hann login upp fullur af því að hann var eitthvað merkilegur. En hérna, sko, Þetta borðleggjandi. Við erum ekki það sem okkur sagt við séum. Miðað við þetta, ef þetta gengur upp. en hvaðan fékkstu það frá minni orðræðu að það að vera víkingur hefði einhver áhrif á það hvar maður skyti eða hvar maður byggði? Víkingar er bara saga. Þetta er bara einhver mýtusaga frá Evrópu. Breytir engu. Og þá bara, þú veist, þessi skríll sem komið var hingað með á einhverjum fangaskipum frá Marokkó, þú veist, það er mýtan Vestmannaeyjaránið, sko. Þá bara, þú veist, það var öfug sjóferð. Það var ekki farið með þræla, það var komið með þræla og þeim hendið í land og þeir lognir fullir að einhverja gamlar draugasögur af einhverjum víkingum að nauðga nunnum í Frakklandi hafi verið, já, það voru við, sko. Nei, ég er nú ekkert sammála þér. Við ætlum að hártoga hérna í allt kvöld einhverja 10 ára gamla hugmynd eitthvað bankaverkfall. Þú færð aldrei svoleið, ekki tveir fremstu hugaraktivistar landsins geta ekki verið sammála eina litla útfærslu á einhverju hugmynd greiðsluverkfall. Hvernig ætlar að fá restina af þessu landi til að sameinast eitthvað að viti? Stærstu hugsuðir Íslandssögunar geta ekki verið sammála eina litla útfærslu á greiðsluverkfalli. En sko, það er dyggð að vera ekki sammála neitt. Það er dyggð. Þess vegna var ég að segja, það ætlum við okkur með þessu ranti og röfli og djúpköðunum og öðru, sko. Þú vilt vera númer 1 á vinsældarlista Vísi og ég veit ekki einu sinni sjálfur hvað mér ber. Samanber hann á. Ég vil ekki vera það, ég er það. Ok. En sko, málið er það. Við erum, Axel, ég og þú erum verstu rugludarnir. Það er alveg rétt hjá Frosta á Harmageddon. Hann er snillingur. Ég er alveg til í að skoða þá kenningu. Já, Harmageddon heimspekingarnir eru mestu snillingar Íslandssögunar. Þetta er fólk að kaupa sportbíla, það er að fara í ræktina, fá flottar gallabuxur, flott heimili með gólfefnum. Þetta er fólkið. Já. Við erum hérna að velta okkur upp úr einhverjum legorsögum víkinga. Sko, þetta eru engin argument. Þetta er tilfinningarlegt átburst. Þetta sagðirðu líka þegar ég rúllaði upp Psycho-dillinu. Sorry, ég er í einhverjum ham í kvöld. Ég lagast á morgun. Já, Psycho-dill eru einfaldur raunveruleiki. Málið er það. Ég nefnilega hef óbúrslega góðan eiginleika, ég hlusta, sko, og ég heyri það sem þú ert að segja. Ég líka. Og hérna, þessi rök þín eru alveg fullgild. Hins vegar er það einfaldur raunveruleiki að ég er víkingur. Enda ert þú í Svíþjóð, þar voru víkingar. Þú ert komin heim. Þú ert öllmaður, Axel. Það hefur ekkert að gera með staðsetningu á líkama mínum. Ertu með sænska kennitölu? Já, og norska. Og spænska. Ætlarðu ekkert að flytja aftur til Íslands? Ég er með íslenska kennitölu, norska kennitölu, sænska kennitölu og spænska kennitölu. Það hljóma nú bara allir íslenski stjórnmálamenn séu nokkuð með kennitölu í Brussel. Ég veit það ekki. Þú veist alveg hvað ég er að gefa í skinn núna, ég er bara að reyna að vera blíður. En málið er það að, sko, ég er víkingur. Ísland. Hvað er víkingur? Hvað er víkingur? Skilgreinum það aðeins, bara, þú veist, ég skal vera góður, ég skal vera blíður. Víkingur er annað, er samkynni orð og ég er. Ok. VI er talan 6. 6 táknar maður. Ég er manneskja. Maður. Og ég er minn eigin konungur. Þannig að 6 er maður og kingur er kongur, þannig að þú ert mannkongur yfir sjálfum þér. Self authority. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Absolutt. Þannig að á þessari flötu jörð okkar
þá Frisbee-diskunum. þá það einfaldlega þannig að land gengur í erfðir eða kynslóð fram að kynslóð. Og ég víkingur og Ísland mitt land. Þetta eru bara einfaldar... Ekki og getur ekki varið að kallið minn. Þetta eru einfaldar staðreyndir. Ef einhver tekur það þér og ef þú ert ekki í garðinu þínum að verja hann, þá hann tekin að þér. Ef að ég og einhver tekur mig fram fyrir aftökusveit og dreipur mig, það breytir ekki þeirri staðreynd að ég og þeir sem að myrtu mig eru morðingjar. Já, það eilíf staðreynd. Í augum hverra. Harmageddon heimskipbygginga. Nei, það bara einfaldur veruleiki. Já, ok, ég meina, þú veist, ætlar þá færa Þjóðverjum allt það sem þeir áttu fyrir stríð? Aftur? Það hefur ekkert að gera með mitt statement, af því það annað fólk sem þarf að claima sitt fínari. Já, ég ekki að claima fyrir aðra. Já, þú getur ekki claimað það ef þú ert dauður. Jú. Nú, hvernig ætlar að fara því? Já, ertu þá að segja það ef að ég girnist hús nágranna minns og ég læt snák drepa hann, að þá á ég húsið hans? Ef þú getur náði á honum og haldið því. Já, hann dauður, ég meina, hvað? Já. Ég veit ekkert hvað siðferðilega rétt eða rangt hérna, ég erum bara svona... Nei, við erum bara að tala raunveruleikann. Og ég ekkert að tala hvað rétt eða rangt að gera eða eitthvað slíkt, sko. Því að upprunalega spurningi minn heldur, til hvers að vera að þessu? Hvert erum við að fara? Hvað viltu fá út úr þessu? Hvar sérðu sjálfan þig 65 ára? Hvar ætlar að vera? Ég náttúrulega alveg í ljómandi góðum málum og hef enga sérstaklega þörf fyrir þetta rand, sko. Eða þessi rönd eða þessar pælingar. Ekki heldur. Hins vegar náttúrulega, sko, ég hef unun að því að koma hugsunum mínum í form. Bara svo hver annar listamaður, sko. Já, það líka greinilega, ég held að það sé nokkuð ljóst. Og ég sjálfur ég sé enga, ég meina flestir góðir listamenn hata allt sem þeir gera, sko. Þannig að það nokkuð svona syndróm, sko. Já, maður þarf að skilja það eftir þar sem það á heima, alveg eins og með greiðsluatkvæði. Þetta var flott hugmynd veturinn 2008-2009, en þá hún var barnsins tíma. Hún ekkert farin, sko. Ég á von á því að henni verði beitt fljótlega aftur. Vitund þessara hugmyndar barnsins tíma og menningar ástand skrílsins hér á Íslandi sem trúir þeirri lýja hans í afkomandi víkinga, bara ekki nógu þrosku til að taka hann að mig. Og þú mátt ekki miskilja mig, sko. Ég að reyna að segja, við erum fastir í ykkur hjólfari. Og veist hvað gerist ef þú ert að jeppa upp á fjalli og ert fastur í hjólfari? Jú. Þú ferð að spóla upp drullu yfir sjálfan þig og alla í kringu þig, nema þú sért með góða skóflu og góðan drullutjakk og einhvern annan á jeppa nálættir til að draga þig upp. Ef þú ert kjáni þá spólar, þú veist að spól mun aldrei virka. Og við erum hérna, ég og þú, svona volaður svona flottir gaurar hérna með sniðaður hugmyndir hérna búin að vera að röfla á YouTube í 2-3 ár. Það enginn að taka mark á okkur. Reyndar það held ég 5 ár. Ég byrjaði rásuna 1. apríl, eitthvað til mann, 2013. 2013, já, 4 ár. Ég var byrjaður ári fyrr með vídeo, ég var byrjaður 3 árum fyrir að skrifa. Þú veist, ég sé ekkert annað en fullt af orkusóun og enga uppskipun. Þar ég ekki sammálaður. Já, þetta mín skoðun. Ég veit ekkert hvort það rétt hjá mér, en þetta það sem ég að horfa á þetta. Ég að sóa mikilli orku hjá sjálfum mér í eitthvað sem ég sé ekki að sé þess verið að sóa orkun í. Já, þú hefur ekki þessa Rockefeller hugsun eða skilning á því að svona vinna tekur manns aldra, sko. Reyndar hef ég það. Það er ekki öll sagan sögð hér.
strákurinn minn litli var að byggja hérna turn. Ég heyri í honum þegar hann er að byggja, sko, og hann var að byggja hann upp og svo hrundi hann alltaf, sko. Og hann fór að hágráta í hvert skipti sem hann hrundi, sko. Og svo þegar þetta var búið að skeið 3-4 þá kom hann til mín og fór að ræða þetta, sko. Og ég bent honum á að byggja turn er langtíma verkefni, hann mun hrynja oft hjá þér og þú getur ekki verið bara að gráta í hvert skipti sem hann hrynur. Þú bara sættaði við að þetta er hrunverkefni. Og þótt að hrynja 5 sinnum eða 10 sinnum eða 100 sinnum breytir akkurat engu, það er bara gaman að byggja, sko. Og sama er það sem við erum að gera, við erum í alls konar rússubönum, sko. Og við erum náttúrulega mannlegir eins og allt annað mannlegt fólk. Við höfum tilfinningar og bregðumst við áreiti og lofi og öllu þessu, sko. Og sko, hugsaðu bara þá hugsun ef að ekkert af þessu hefði komið fram sem við höfum verið að segja. Ég held að það hefði engu breytt, það hefur engu breytt og mun engu breyta. Það er ég ekki sagt, það er algjörlega rangt mat hjá þér. Nei, það væri óskikja hjá mér að halda það. Þetta sem við erum að setja fram er, sko, eftir 10 ár, eftir því sem að tíminn líður, þá reyndar ég sé betur og betur hvað þetta hefur mikil áhrif. Já, þú sér það betur í ég. Það eina sem ég sé hérna, ég er bara að sóa tíma mínum orku í einhverja heldsvitleysu. Ég er ekki að gera lítið úr hugmyndunum, alveg sem greiðsluverkfallið. Það var fín hugmynd, en hugmynd sem ekki nær flugi er verðlaus. Það þýðir ekki að hún sé ekki snjöll. Segðu mig frá einhverjum Íslending sem hefur aldrei heyrt greiðsluverkfallið. Ég veit ekkert það, þetta er bara ein hugmynd af mörgum. Ég er að reyna að útskýra bara ákveðna lógík. Munin á því að hugmynd sé snjöll eða því að hún hafi verðgildi. En verð er blekking, verðgildi hefur ekkert gildi. Sjáðu Íslendinga í dag, sem er að velta fyrir sér fyrirbæri með hatursæð. Jú, það er... Og sjáðu lögreglukonuna sem ber ábyrgðin á því að kæra menn fyrir hatursæðir. Það var nú flugið núna daginn póstur sem hún skrifaði á Facebooki sitt, þar sem hún var að tala fyrirlitningu pungalyktina á efri hæðinni. Er það ekki hatursæð? Karl fyrirlitningarnar er ódauðleg. Nei, það er allt í lagi, en það er bara feminismi og hann er heilagur. Sjáðu Íslendinga, eru þeir að tala um þetta? Nei. Meira sé að þú til dæmis, þú varst nú að tala kvótaeignina daginn, þú ert ennþá að viðurkenna kvótakerfið. Einhverja stærstu lygi í Íslandssögunnar að við þurfum kvótakerfið. Þetta að sjá aðra Íslendinga að fara að fatta það að kvótakerfið er lygi. Að hvaða leyti? Við höfum ekkert við kvótakerfið að gera. Það er engin þörf á því. Kvótakerfið var bara propagandaspunni til þess að gefa 20 manns einkaleyfi á öllum fiski hérna í sjónum. Það er meira sem umræðu, við hefum komið í ljós í ykkur umræðu, það eru margir kvótagreifandi sem líta á fiskin í sjónum sem eign sína. Já, sem er líka hárrétt hjá þeim inn í skjalavaldskerfið. Ég talaði þetta við fólk þegar ég er á ferð í landið kvótakerfið. Það líta allir á kvótakerfið, allir Íslendingar, meira sem að fávita út í sjávarplásunum, sem hafa aldrei opnað bók og aldrei spurt sjálfan sig hvað menning er, þeir líta á kvótakerfið sem náttúrulögmál. Já, ég náttúrulega var alveg til í að bara slátra kvótakerfinu, en ég held allavega ef að það eru rök að það þarf að hafa kontról á fisknum til þess að þetta fari ekki allt í klessu. Ég er alveg tilbúin að skoða það að það sé blekking. Hins vegar hef ég ekki þekking á því. Þannig ég segi allavega ef það þarf að veiða 3 milljónir tonna á ári og það er einhver konsens, það er það sem er talið safe, að þá á að skipta jafnt á milli þjóðarinnar, sko. Hins vegar mun ég náttúrulega er ég alveg til í að skoða það að bara heila drastlið sé rugl, sko. Það er það fyrsta sem á að gera. Það er að afgreiða þetta kvótakerfi með einu pennastriki. Ég sé þetta bara eins og í fiskabúri, sko. Ég er kannski með fiskabúr þar sem eru 100 fiskar, sko.
og þeir eru eitthvað að fjölga sér og það er eitthvað vesen, sko, ef ég veiði 100 fiska í dag, þá einhvern veginn bara eyðilagst allt kerfið, sko. Nú ef að þau rök eru blekking, þá í náttúrunni, skilur. Það er sama eins og með Pálma hérna Edengarða snilling. Margt sem hann segir er mjög sniðugt og frábært, sko. En ég er með miklu flottari Edengarða hugmynd og hún heitir Náttúran, sko. Láta hana sjá þetta, sko. Já, en það er svona margt í mörgu. Tíminn er því miður lokinn hjá mér, kallinn minn. Já, gaman að takast á. Já, gaman að glíma. Það er miklu skemmtilega að rífast heldur en að mjálma eins og breima kettir upp á grindverki. Það gengur ekkert, sko. En hérna, ég allavega hluti ástæða fyrir þess. Ég er að vona að orðræða mín allavega geri erfiðara fyrir þessum sturlungum að framkvæma falska fána, sko. Já, og ég náttúrulega komst að því í vikunni við að vera að pæla í transgenderismanum, þá fattaði ég smám saman að það er ekkert verið að fara að körla niður mannfjöldan, það er verið að stefnan er svo að breyta mannfjöldanum í það að verði 95% konur. Og við sjáum það á allri orðræðu í samfélaginu og hún er orðin eins og í risastóru kvennabúri. Já. Þetta er agendan sem er í gangi að eftir 100-150 ár þá sé 95% mannfjöldinu sturlaða kerlingar. Já. Með svona 30, 40, 50 tegundir af gender identity. Þetta er borðleggjandi og ég er búin að held í rökstyðja það nokkuð vel á ensku vídeónum mínum. Þetta skil ég ekki í þeir að fara ekki til annara landa þar sem að konur virða ennþá karlmenn. Eins og konan mín, hún vill að ég sé karlmaður, sko. Nei, veistu, ég er bara búin að ákveða það að vera einn í mínu lífi. Verði það. Og ég tók þessa ákvörðun fyrir 7 árum. Já. Og ég hef staðið við hana og með hverju árinu sem líður er ég ánægðari með þessa ákvörðun. Hún er ekki alltaf auðvelt að koma fyrir dagar sem að maður er svona einmanna kannski, en svona upp til hópa er ég bara mjög sáttur, sko. Já. Það er náttúrulega eitt, sko, maður verður að vera sáttur í eigin skinni, sko. Og það er bara, þú veist, þetta er bara mín afstæði í dag. Ég ætla bara að vera einbúi og einsettur maður og er bara mjög sáttur við mitt hlutskipti þannig. En það er reyndar, sko, það er hluti af þjóðfélagsverkfræði, er þetta feminista kjaftaði. Og ég hlusta náttúrulega á Retas Radio, sko, og þeir eru mikið að benda á að þetta er hluti af white genocide, sko. Og þeir hafa verið að tala sko, ástæðan fyrir því að það var ákveðið að taka niður, sko, Þjóðverjar voru, þetta er svo merkileg saga með Þjóðverjar, þeir voru hvítir, aríjar, ánægðir með sjálfan sig og vissu hverju þeir voru og voru ánægðir með hverju þeir voru. Og þeir byggðu upp þarna bara heimsveldi á bara korteri, sko. Þeir eru svo skipulagðir og klárir, sko. Voru með stærsta flota og stærsta her og allt stærst. Að restina heiminum þurfti að taka sig saman að eldsprengja þá til helvíti, sko. Eða holocaust á, sko. Að, sko, Svíar, það er töluvert sterkar hreyfingar hér í Svíþjóð að koma upp og að segja út að þetta er white genocide, sko. Það lítur svolítið þannig út. Og þetta er náttúrulega stærra og flóknara mál. Það sem er merkilegast þarna finnst mér er að, sko, þjóðernisósíalisminn var einhver heimssýn sem enginn veit hvað er. Já, þetta var náttúrulega bara, þetta var hvítt fólk sem var bara mjög ánægt með að vera hvítt fólk. Var eitthvað að því? Nei, ég er ekki að meina það, sko. Það sem ég áhugavert er að það kemur þarna fram heimssýn. Einhver hugsun, einhver skýr hugsun sem fólk sameinaðist og var ánægt með. Það var fullt af svertingum í þýska hernum. Það var fullt af gyðingum í þýska hernum líka. Það voru fullt af múslimum sem að fóru að berjast með þeim. Það var fullt, allra þjóða kvikindi fóru að berjast með þýska hernum. Og það sem okkur er sagt andófshreyfingar í hernumdu löndunum er upp til hópa voru upp til hópa MI6
operationir. Það voru nánast engar andspyrnuhreyfingar í þessu löndum. Og upp til hópa, það voru alveg gríðarlega hreinsanir í Frakklandi og Niðurlöndum og Noregi og víðar, þar sem að Þjóðverjar höfðu verið þarna í 4-5 ár. Og það voru alveg gríðarlega hreinsanir á vegum bandamanna og kommunista að uppræta fólk sem hafði unnið með Þjóðverjum. Og það voru alveg yfirgnæfandi meiri hluti fólks í þessum hernumdulöndum sem að vildu sjá þá vinna, vildu sjá þá sigra. En frá 1945 hefur öll umræða þetta verið bönnuð. Og menn setti náttúrulega í fangelsi fyrir helförina og það allt saman, en helfarar efahyggju. En það sem mér finnst merkilegt, einmitt þetta, það þurfti fimmfaldan herstyrk til að kveða þetta land í kútinn. Og það er eitt nefnilega sem meikar ekki sens. Þú ert hérna með eitt ríki sem hernemur eiginlega alla Evrópu, heldur henni í 5 ár. Það þarf heilmikinn herstyrki að hafa hernám. En þeir höfðu samt nægan herstyrk til að verjast 5-földu ofurefli. Og það tók 5 ár. Og það segir mér að þeir þurftu næstum engan herstyrk til að stjórna þessum hernumdulöndum því að fólk var ánægt með það. Og það er annað líka, þegar þú tekur mann sem trúir á eitthvað, hann er yfirleitt 3-5 sinnum öflugri en maður sem er keyrður áfram af hatri. Og bandamenn voru keyrðir áfram af hatri á nasistum. Og Bandaríkjamenn eru ennþá keyrðir áfram af hatri á Saddam, hatri á Talibunum, hatri á Gaddafi. Það er allt keyrt á hatri í okkar samtíma. Allt keyrt á hatri, mannfyrirlitningu, sjálfsfyrirlitningu, hatursegðum. Þessi áróður hatursegð snýst ekki það hvort þú mátt espa fólk upp til að hata eða ekki. Þetta snýst það að allir eru svo uppteknir af hatri og elitan hefur einkarétt á þeim áróðri sem stýrir þessu hatri. Og þetta er mjög einföld sálfræði. Það segir mér, þessi röksemdafærsla segir mér, þeir sem trúðu á þjóðernissósíalisma, og við vitum ekki hver svo heimspeki var. Það eina sem okkur sagt þessi heimspeki var einhver uppdikt af gyðingahatur. Það er eitthvað sem þetta fólk sá í þessari hugsjón sem það trúði á. Og þetta er hluturinn sem að mér finnst svolítið merkilegur. Hvað var verið að fjalla þarna sem fékk fólk til að trúa á eitthvað sem að enginn veit lengur hvað og er niðurlagt og útrópað og strókað út ef byrjaðir að vera að tala það. Þetta finnst mér áhugavert. Og það gaurar eins og hann hvað ég man ekki alltaf hvað hann heitir hann á Rættasveitjó. En það Henrik, já. En ég sé að það eru margir svona nýokonistar eða nýhægri menn, nýfasistar, að reyna að finna þetta út. Það sé ég. Og mér finnst það svolítið áhugavert. En það er eitt sem ég veit. Það er eitt sem ég er alveg með á hreinu. Ég er búinn að skoða mannkynssöguna. Þegar koma fram svona gaurar eins og Múhameð, Móse, Jósúa Maríusson og fleiri, það koma reglulega fram gaurar, kallar og kettlingar. Það getur vel verið að Móse hafi verið kettling, þess vegna var hann ættleiddur af prinsessu, sko. Mér finnst alveg áhugavert að spyrja hvernig stendur á því að koma reglulega fram einhverjir kallar og kettlingar með einhverju hugsun sem fær fólk til að trúa á eitthvað sem á þann hátt að það er svo öflugt að sitjandi, ríkjandi heimskerfi fellur svo spilaborg. Það finnst mér áhugavert. Og ég er miklu meira áhuga á því heldur en því hvort að við ætlum að fara í greiðsluverkfall eða byggja múra eða fella natúrgildi. Ég held að þegar fólk kveikir á það sé eitthvað logi sem er innra með hverri manneskju. Ég sá þetta vel í vottunum. Þegar ég var í vottunum þá sá maður fólk kom inn í þennan trúarsöfnu sem var að koma úr dáleiðslu ríkisinnprentunarinnar og síónista heilaþvottafræðins. Það kom inn, fór að lesa sér aðeins til, fór að tengja einhverja punkta og það gjörbreyttist. Það var ánægt, lífsglatt, trúð á sjálfa sig og eitthvað meira og gerði róttækar breytingar á sínu lífi. Þetta gerist í öllum trúfélögum, sko. Það sem fólk breytir algjörlega, það er eitthvað meiri háttar svona psykót sem gerist innræðan fólki. Og þetta finnst mér áhugaverð dýnamík. Ég er að leita af henni. En málið er sko að revolution
þýðir hringur, sko. How many revolution around, að sko bylting bara að snúa kúkinum í haughúsinu, sko. Það breytir einhverjum. Og ég oft þegar ég að vinna í ákveðnum, þeir method to the madness, þegar ég að hugsa mínar strategíur og mitt, þá þess vegna ég til dæmis hafnað hugmyndum byltingar eða revolution, að snúa kúknum í haughúsinu tímaeyðsla og orkueyðsla. Og það að sama að fara úr einu dáleiðslukerfi yfir í annað dáleiðslukerfi líka tímaeyðsla. Gargoyle. Já, þannig að sko, og ég náttúrulega úr mínum kristna kirkju bakgrunni þekki sama system og þú úr Vottunum, sko. Þetta kirkju system, sko. Og þannig að það sem að ég að reyna að gera, og ég hef á tilfinningun að þú sért að reyna að gera það líka, að komast alveg út úr þessu haughúsi, sko. Og mín trú, þar eru við, þar þú ekki alveg sammála með þá, sko. Þú átt svolítið eftir. Okay. Nei, það sko, ég á því að það sé víkinga leyndardómurinn. Það er þessi mikli leyndardómur sem falinn á Íslandi. Það víking sem sama orðið og ég Það áhugaverð hugmynd. Ég með aðra útgáfu og eins og segir, ég ekki búin að ná þér. Það bara í góðu lagi, menn á því að ég sé nú ekkert inn í tengslum fyrir nöðurleikann. Já, það bara svona sturlað heilastiftir, innprentaðir heilafregnir, svona uppskiptinga hjarðar. Hefur tekið eftir hvað að það var á tímabili sem þetta lið var að hafa áhrif á mann og meiddi mann, hvað þetta gjörsamlega, maður orðinn ónæmur fyrir þessum hávitum. Já, það hjálpar mér líka til þegar það eru fleiri þessu orðræðu, því að eins og sko með okkur þó að við séum stundum að munnhöggvast einhverja hluti, í mínum huga þá samræðan miklu meira virði heldur en endilega niðurstaða samræðanar. Ég hef engan áhuga á því hvort að, vilt þú hindberjagraut og meðan ég fæ mig grónagraut? Fínt, ég meina. Ég hef líka aldrei hvatt til þess að slaka á, sko, eða fara einhverja línur með mér. Ég meina, þetta debate. Já, ég meina fyrst. Og og þetta, ég var að hlusta á Alan Watts, það sem var að segja, sko, að ríkiskerfi heimsins væru svona eins og bíómynd, sko, að bíómynd þyrfti að hafa prógram, sko. Ef allir eru góðir í bíómynd þá nú svo leiðilega, það enginn að horfa á hana, sko. Það þarf að vera svona 1/3 vondikallinn og 2/3 góða fólkið og bara að bíómyndin sé áhugaverð og þannig mannlegt samfélag, það 1/3 gott og vont og 2/3 gott og það þarf til þess að þessi bíómynd sé áhugaverð, sko. En tíminn alveg rokinn hjá mér, ég þarf að rjúka. Ég get sagt eitt lítið móla í lokin að ég komst að því vikunni ábending frá góðum vinni sem benti mér á að þó nokkuð mörg frímúrarafélög skipt kennitölu í fyrra. Já. Ég veit ekkert meira það. Og þó nokkur þegar ég bara hann sýndi mér lista og ég þekkti mörg á nöfnunum úr bókina Úlfars Þormóðssonar. Eins og veist þá held ég mikið upp á bókina Bræðrablönd. Sem þú loksins komin með í hendunar. Jú, bæði bindin frá Sigga mínum. Bara til hamingju með það, þú búin að uppgöta hvers konar fjársögur þetta Já, ég reyndar mun hugsanlega að sita á fót víkingaregluna, sko. En heyrðu, leinifélag, sko. Já, það ég alveg, það fínt, sko. En heyrðu, bara því miður, tíminn hjá mér rokinn. Já, það gott mál. Og bara takk fyrir mig. Takk að tímakvótinn kominn. Og Guð blessi þig og þína og ekki gefa Frosta ofursnillingin eitt eftir. Nei, Frosti fluggáfaður og mjög þroskaður einstaklingur. Þótt hann sé hafi rangt fyrir sér næstu allt.
Nei, já, hann gaf mér besta hól sem ég hef fengið. Hann má eiga það. Ég er núna búinn að taka hann í dýrlingatölu. YouTube heimspekingurinn. En hérna, hann hefur marga mannkosti sem eru mjög fínir en hann hefur rangt fyrir sér með næstu allt. Já, þessum er hann áróðursmeistari síónistanandi. Já, hann er í vinnu. Hann þarf að þjóna sínum herrum, víst. Hann þarf að halda utan Harmageddon heimspekingahjörðina, kirkjuna. Já. En herru, ég þakka þér fyrir kvöldið og við þurfum kannski að láta ekki líða svona rosalega langt á milli. Já, það eru þakknirnar þínar. Og hérna, ég hveti til þess að gera meira vídeóm, af eigingjörnum hvötum. Á morgnana byrja ég fyrst að skanna hvort að þú hafi snappað út einu vídeó, sko. Já, Eða 5. Það kemur 1 og 1. En hérna, það er reyndar þér til hrós að ég hef engan annan og ég tek eftir því líka að mín orðræða hefur áhrif á þig, sko. Þannig að ef annar okkar fer í pásu þá bara slögnar. Fólk hefur tekið eftir þessu, fólk hefur sagt þetta einnig, sko. Já. Sem er bara gott, sko. Og hérna engin eiland, ég meina vá. Já, maður brýnir mann og dreipur hinn. Ég kann verða. Lífsrífur hinn. En það er alveg ótrúleg störtlun sem er í gangi í umræðinu á Íslandi í dag. Já, en það er annað sem ég stundu sagt við þig, sko. Og það er strategíst hjá mér líka, öll þessi umræða og öll þessi vinna sem við erum að leggja í, að þegar næsta nefahögg kemur fram að henni í andlitið á Íslendingum, þá er bara gott að þessi vinna liggi fyrir, sko. Það er bara eins og Jesús sagði, sko. Þú ert að sá, svo er það föðurinn skort að útsæði þitt næra hvernig jörða fellur í. Já. Póstul orðaði þetta vel, hann sagði ég kom og sáði, Apollónius kom og vökvaði en það er Guð sem gaf vöxtinn og ég trúi á eitthvað fyrirbæri sem heitir skapar alheimsins og mér finnst það vera þú veist, mitt stærsta metnaðarmál í lífinu að vera í einhvers konar harmonic resonance við þetta fyrirbæri. En ég veit ekkert hvað þetta fyrirbæri er. Ég er ekki svona reynaskilgreina og Guð forði mér frá því. Þetta er allt saman rafmagn. Það er eitthvað svona Emanuel Axel. En nú verði ég rúka kallið minn. 10 tíkunar að fara að íta á mig með þessu. Já, það er ykkur lægin. Takk fyrir kvöldið. Takk fyrir mig og Guð blessi þig og þína. Já, sömuleiðis, Guð blessi þig og þína. Ok, bye. Já, þannig að ég þakka ykkur kæra hlustendur fyrir komuna. Og hérna, ég hvet ykkur til þess að styrkja Guðjón Heiberg með alls konar óvæntum gjöfum og fjármunum með ykkur. Og hérna, sjálfsögum á líka styrkja Frelsi TV og það sem ég er að basla. En hérna, ég held að það sé í raun ekkert grín að við Guðjón erum þeir einu sem ég hef ekki séð neitt annað og endilega bendi mér á það ef eitthvað annað á þessu kaliberi sem við erum að vinna í. Þá er ég kannski að tala út fyrir boxið, sko. Þannig að til nóga leiði sem getur þulið upp Plató og Guðspjöllin skilningslaust, sko. En við erum að skapa í raun ákveðnar nýjar hugsanir, nýjar kenningar, nýjar hluti. Það held ég sé nokkuð uník, sko. Og það sem er kannski sérstaklega meðmæli með okkur félagunum er hvað establishmentið er bara Nei. Þessi gaurar fara ekkert inn en viðtöl hér í skrúju, sko. Eða fá einhverja þáttagerð eða peninga, sko. Eða eitthvað. Það er raun alveg einstök meðmæli með því sem við erum að vinna.
Og fyrir utan það, þá held ég að Frelsi TV hafi bjargað Íslandi frá fölskum fánum nú þegar. En það nú bara það sem að vera bergmáli ruglausnum á mér. Það þarf nú ekki að taka það alvarlega. En takk fyrir komuna og Guð blessi ykkur og varveiti og góða nótt.